Jú, jú. Loksins var það bara ekki. Jú, jú. Klára það? Nei, það er ekki gaman að strengja. Hvað er það? Góðið það? Góðan dag. Góðan dag. Skapið Jónas með þetta kynning? Nei. Þú ert ferðarþjónustu? Ég er í ferðarþjónustu. Ég er golfklúbb sem að er... Já. Og svo er ég í Hafnarmenn sem að sækir stjórnverðar að koma til. Ferðarmönnum. Og þú er bara í stjórn. Ég var að tala við fjárfesti í gær og það var ekki byggja hjá með hótel. Álvöldin? Já. Þannig að við skulum byrja á það að halda gólmót. Nei, við veit það. Þetta er fólk í kynning. Við náðum samkomuna í gær. Náðum að ekka henni 40 milljónir. Og hvað er þetta markmið? Nei, við erum bara að byggja þetta upp síðustu 12 ári. Það er verðmati á landsfélagi og tilvísingu er 2,5 milljón. Já, veistu hvað, ég veit að það er ekki lengi. Jú, en þetta er ekki alveg 25 hektar, sko. Ok. Þetta er svona lítið. Ja. Þetta er svona lítið. Já, þetta er svo lítið, sko. Hvernig finnst þér?
Jæja, við ætlum að fara að byrja þetta. Verið velkomin á þessa málstofu. Við erum, hvað sér, heyrst ekki vel í mér? Það eru 3 aðeins sem koma að þessari málstofu, það er semst við og Markaðsstofa Vesturlands. Það er Hæfnisetur ferðaþjónustunnar og Samtök ferðaþjónustunnar. En við höfum unnið töluvert saman síðustu árin. Við höfum verið að standa menntamálnum, þar sem við tökum fyrir málefni sem snerta gæði og öryggi í ferðaþjónustu. En við ætlum að taka fyrir stórum málum í dag. Er Vesturland aðlaðandi búsetukostur fyrir starfsfólk í ferðaþjónustu? Ég er fæddur uppalinn í Borgarfirðinum og það er mér verið lengi hjartasmál að gera Vesturlandi aðlaðandi búsetukost. Árið 2010 skellti ég mér í ferðamálafræði því að það voru mikil tækifæri í ferðaþjónustu á Vesturlandi og á Íslandi yfir höfuð. Ég hef ekki séð eftir því, þetta er skemmtileg og lifandi atvinnugrein. Sá kannski pínu eftir í COVID þegar maður misti vinnuna en annars það er fínt að vera pípari að smiðu þá en það var gaman árið 2015 þegar við sáum loksins svona uppvöxt á Vesturlandi. Þá sáum við ferðaþjónustuna vaxa og maður sá marga skólafélaga og marga á svæðinu fá góða vinnu í ferðaþjónustunni. En við höfum einnig verið mjög lánsöm með það að fá enga erlent starfsfólk sem hefur hjálpað okkur að leggja hönd á plóg og mikið af því fólki hefur fest rætur hérna en við viljum kannski fá ennþá fleiri til að festa rætur hérna og það er eitthvað sem við þurfum að horfa á í dag. Og það eru ýmis mál sem falla undir, til dæmis húsnæðismál, hvernig við gerum betra húsnæði fyrir fólk, íslenskan, hvernig hjálpum við fólki að taka upp íslenskuna og læra hana og sjá tækifæri í því. En við þurfum líka að byggja upp samfélag sem er spennandi að búa í og fólk sér framtíðin í að vera með okkur hérna. Þannig að þetta er ekki lítið verkefni sem takast á í dag og það er svona okkar markmið og von að við náum að sá fræjum inn í dag umræðina sem að ferðaþjónustufyrirtæki og sveitarstjórnarfólki tekið með sér heim og reynda að vinna að betra samfélagi í sínum svæðum. Við ætlum að skipta þessu upp í 3 þemu í dag og fyrsta þema sem við ætlum að taka fyrir er ferðaþjónusta sem samfélag og auðlind, samfélagslega auðlind. Og við ætlum að vinda okkur í þetta og Jóhannes frá Samtökum ferðaþjónustunnar ætlar að koma inn upp og byrja þetta með okkur. Gjör svo vel, Jóhannes. Takk fyrir. Ég veit að koma punktunum mínum hérna fyrir einn staðar. Já, gerum þetta svona bara. Ekki bara gott. Það sem tæpur hérna. Já. Það hlunkist ekki alltaf. Ég hlunkast allt í gólfið. Komið sætt, gaman sjálfur. Já, nú brýt ég mín eigin reglu að aldrei að andast í mikrofóninu. Gaman að sjá okkur. Ég heiti Jóhannes Þór og er framkvæmdastjóri SAF og við höfum eins og komum fram hérna verið að vinna með Hæfnisetrinu og áfangastaðstofunum í ýmsum markaðsstofunum, í ýmsum verkefnum og eitt af því sem að kemur alltaf upp í því samhengi er mikilvægi erlenda starfsfólksins okkar fyrir samfélagi og þessi spurning hvernig er hægt að sjá til þess að við fáum gott fólk sem að stoppar ekki bara hjá okkur í einhverja nokkra mánuði heldur kemur mögulega aftur og aftur og ég hef átt töluvert af samtölum við stjórnmálamenn þetta þar sem við erum að tala erlent og aðflutt starfsfólk í ferðaþjónustu og það er ekki aðalega það sem ég ætla að tala í dag, erlenda fólki okkar. Vegna þess að þar er oft svo hugmynd einhvern veginn ríkjandi að þetta sé bara fólk sem að kemur hérna og leggur lítið til samfélagsins og hverfur svo aftur. Og okkar upplifun er svo allt önnur, vegna þess að þegar við ræðum við fyrirtækin og sérstaklega þá fyrirtækin sem eru kannski komin lengur frá höfuðborgarsvæðinu, þá, eða ekki á höfuðborgarsvæðinu eða suður- og suðvesturhorninu, þá kemur upp alltaf það sama. Jú, við erum með töluvert af erlendu starfsfólki en þetta er gjarnan fólk sem kemur til okkar aftur og aftur og vill koma til okkar aftur og aftur og vill búa hérna hluta á árinu, líkar vel og kemur þess vegna með mikið gæði, minnkandi kostnað, þjálfunarkostnað fyrir fyrirtækin og það er ýmis gæði sem fylgja þessu þannig og hitt er það síðan að 3/4 af erlenda starfsfólkinu okkar fyrir faraldurinn var fólk sem á bara heima á Íslandi og hefur búið í samfélaginu mjög lengi og bara hluti af samfélaginu okkar. Og spurningin er kannski hvernig
þó það sé gott að fá þetta sama fólki aftur sem að þið viti náttúrulega svo sem öll að það trend hvarf svolítið í faraldrinum en er hægt og bítandi að ná sér á strik. Hvernig náum við að búa til þetta gull fyrir bæði atvinnugreinina og samfélagið þar sem við fáum inn fólk til okkar að starfa, hæft fólk sem að síðan sér hag sinn í því að setja stað í samfélaginu og halda áfram að starfa í greininni og verða hluti af því samfélagi þar sem að fyrirtækin starfa. Og þetta er eitt af því mikilvægasta sem við getum fengið vegna þess að með því erum við ekki að búa til íbúa landsins og hæft starfsfólk í atvinnugreinin okkar úr farandverkafólki. Og þetta er ein mikilvægasta breytingin sem við getum í rauninni gert í rauninni atvinnuástandi eins og það er í dag. Við erum gríðarlega lítið, þess að við erum pínlítið samfélag, var samfélag í rauninni í svona heittar heimsmyndinni, en við erum í gríðarlega örum vexti. Og nú byrja músík, bara eins og ég, þetta er eins og svona Óskarsverðuna, nú er ég bara búinn taktir. Þetta er stór spurning og þá fer maður að velta fyrir sér ýmsum spurningum sem verða rædd hérna í dag og ég svona leit svo á að mitt hlutverk væri nú kannski bara þess að kveikja hugsun en lítið kannski verið að færa einhver staðreyndir og gögn. Þó er það þannig að mér langar að benda á það hérna að það er 5% hlutfall ferðaþjónustunni af starfandi fólki á Vesturlandi er 5%. Það er frekar lágt miðað við í sumum öðrum landshlutum. En það er hins vegar vaxandi og við sjáum það að það er undanfél 8% af heildarfjölda launagreiðenda eru launagreiðendur í ferðaþjónustu á þessu svæði og það er undanfél bara svipað, það er mjög eðlilegt hlutfall vegna það er svipað bara og heildar landsframleiðslu hlutfallið í greinin, það er rétt 8%. Þannig að Vesturland er í rauninni bara að tala algjörlega saman við heildar efnahagstölunar í landinu þegar kemur að því að launagreiðendur hér í ferðaþjónustu eru bara undanfél svipað hlutfall. Þannig að staðan hér er að mörgu leyti bara mjög eðlileg og þá var þetta svona tölu og stærðina. En spurningarnar eru kannski hvernig förum við að þessu að fá fólki til að setjast hérna að og að hjálpa því að aðlagast samfélaginu okkar og verða hluti af því, komið sín sérkenni inn í það og það er það sem að við í rauninni eigum við þegar við tölum inngildingu sem er nú orð sem af einhverjum furðulegum ástæðum hefur orðið eitthvað umdeilt en því er rauninni bara það að gefa öllum tækifæri til þess að taka þátt á sínum forsendum og þar þurfum við líka þá að hugsa ekki satt svolítið munina á þéttbýli og dreifbýli. Þetta er ekki bara spurningu það hvar fólk getur búið. Húsnæðismálin hafa kannski verið stærstu málin í umræðinni í þessu og þar eru mjög verðuga spurningar, sérstaklega nú fyrir sveitarstjórnarfólkið okkar sem er að taka þátt í þessu með okkur í dag. Ég kæri þakki fyrir það. Að hvernig geta sveitarfélögin og fyrirtækin talað saman og búið til leiðir og aðferðir til þess að auka húsnæðisframboð vegna þess að það er rauninni farið að standa atvinnuþróun víða land fyrir þrifum. Ekki bara í ferðaþjónustu, heldur víða í öðrum atvinnugreinum. Og þetta er gríðarlega mikilvægt og þarna vitum við það að hendur sveitarfélagana eru bundnar að sjálfsögðu mikið í lögbundnum verkefnum varðandi fjárframlög og annað slíkt. En við erum samt að glíma við stöðu þar sem að í sömu sveitarfélögum á landinu, eins og mér var sagt, sögðu saga af Austurlandi fyrir nokkurum fáeinum árum, 3 eða 4, að þá var starfsmaður í ferðaþjónustu þar sem hafi verið þegar nokkur ár að byggja sér hús í byggðarlaginu og þá var allir mjög kátir með það en það var fyrsta húsi sem hafi verið byggt síðan 1974. Það var allir mjög ánægilegt. Og þetta er bara staðan á mjög mörgum stöðum og þá veltir maður fyrir sig hvað getum við gert í rauninni saman sem samfélag þá sveitarfélögin og fyrirtækin. Hvernig geta sveitarfélögin nálgast fyrirtækin með hugmyndir og hvernig getum við hugsað saman út fyrir ramman til þess að sjá til þess að það sé ekki bara eini möguleikin fyrir fyrirtækin að kaupa upp gamla pósthúsið eða allar íbúðir sem að losna til þess að búa til úr þeim herbergi fyrir starfsmenn. Það er ekki gott fyrir fyrirtæki, það er heldur ekki gott fyrir sveitarfélög. Þannig að þarna þarf að finna einhverjar lausnir. Önnur spurning síðan sem snýr kannski að starfsfólkinu og fyrirtækjunum að það er hvernig tökum við á móti fólkinu og þetta er ég búinn að ræða við fyrirtækjum allt land og það eru
nokkuð fyrirtæki sem segja mér, heyrðu, ég byrja, þetta gengur mjög vel hjá okkur, ég byrja að taka á móti fólki bara leið og ég ræða í vinnu. Ég kannski að ráða fólki í mars, april, svo kemur það í maí, júní og þá nota ég 1,5–2 mánuði til þess að þjálfa fólk. Við erum með bara fyrirtæki Austurlandi sem að sagði mér frá því að þau eru með svona skóla, vídeóskóla og alveg prógram. Þannig leið og fólk búið að samþykkja að koma í vinnuna þá fær það bara prógram. Þetta er það sem þú átt að gera, þú átt að horfa hérna á þetta hér, þjálfurinn byrjuð strax, þú fær allar upplýsingar það hvernig starfið þetta hvað þú átt að gera og ég veit að margir að gera eitthvað svipað. En þetta skiptir greiðlega miklu máli vegna þess að starfsmaðurinn mæti þá á staðinn og bæði það auðveldara fyrir fyrirtæki, þjálfurinn þarf ekki að byrja þá og taka mánuð inn í starfið, heldur hann stóru hluta kannski bara búinn. Og það þá bara verkþjálfurinn sem eftir. Og hitt það fyrir starfsmannin að koma inn í umhverfi sem hann þá þekkir einhverju leyti. Að það skapar aukna velja, það skapar meira traust á því sem að fólk að gera. Það upplifir það betur að það vilji taka þátt og það sé verið ekki á móti. Þetta hefur skapað á þeim fyrirtækjum sem að búa til svona prógram. Þau vilja meina í samtölu við að þetta sé að ýta undir það að fólk vilji ekki bara koma aftur á næsta ári, heldur líði vel á staðnum og sjáu þá staðinn sem einhvers konar mögulegan framtíðar búseturétt. Það að segja að þau vilja meina að það hafi aukið líkurnar á því og verið stór hluti að gera það verkum. Hvernig tekið á móti fólki. Annar partur í þessu er hvernig náum við þegar við bara stoppum. Ég ekkert að fylgjast með tíma. Ég fæ bara gult spjald þegar ég búinn. Það það hvernig fer þessi inngilding fram? Hvernig virkar það? Við erum að fá inn gríðarlegan mannauð. Við erum að fá fullt af ferðamönnum. Við erum að leggja mikla áherslu að taka vel á móti þeim. En svo erum við að fá gríðarlega mikinn mannauð að starfa hjá okkur. Og við hljótum að vilja taka jafn vel á móti þeim og á móti ferðamönnum. Vegna það er grunnurinn að því að við getum þjónustað ferðamönnum vel. Allar mannauðsrannsóknir í veröldinni segja okkur að starfsmanni sem líður vel í vinnunni, hann þjónustar betur þann sem hann er að vinna fyrir ferðamenn, viðskiptavinn. Og spurningin fyrir fyrirtækin þá í rauninni grunninn, hvernig læti starfsfólkinu mínu líða vel í vinnunni? Og þarna koma inn alls konar spurningar. Hvernig getum við ýtt undir þáttöku þeirra í samfélaginu með hvaða hætti? Þannig alls konar hæfileika fólk á ferð, tónlistarfólk og ýmislegt. Getum við með einhverjum hætti integrera það, búið til þessa vettvanga þar sem að ekki bara erlenda starfsfólki getur talað saman sín á milli, heldur, og ég vil á milli fyrirtækja, heldur hvernig getum við búið til samfélagslega verkefni þar sem við integrerum og fáum erlenda starfsfólki okkar, jáfnvel bara það sem er að stoppa hérna í 4–6 mánuði til þess að taka þátt í samfélaginu. Ef við ekki bara að vinna og nú veit ég það að margir segja, já starfsfólki mitt vill bara vinna, það vill bara koma og vinna og ná sér í pening og fara svo aftur. En eigum við ekki að bjóða þeim upp á eitthvað annað? Vegna þess að það hlýtur að vera grunnurinn af því að þau fari að fá áhuga af því að sjá Vesturland sem áhugaverðan búsetukost. Þannig að ef maður kynnist aldrei samfélagi, þá verður maður aldrei hluti af því. Við þurfum að aktíft reyna að taka eitthvað þátt í það að kynna samfélagið fyrir fólki. Og það er heilmikil áskorun. Og ég tala nú ekki í fyrirtækjum sem eru í dreifbíl. Við getum sagt, fyrirtæki í þéttbíli, þar eru kannski nokkur fyrirtæki, þar kór, þar leikfélag, þar alls konar tækifæri fyrir fólk að taka þátt í samfélagslegu viðburði. Það aðeins flóknara í dreifbílinu, ekki satt. Það lengra á milli, bara það. Ef þú ætlar að fara eitthvað, þá þarftu að hafa bíl. Þú getur ekki bara röstnir í kirkju og sungið í kirkjuskóla. Og þá kannski eitt af því sem við getum velt fyrir okkur, svona litlir hlutir, eins og hefur starfsfólkið aðgangað bíl ef þau vilja fara eitthvað í frítímanum sínum? Eða er það ekki í boði? Svona lítil atrið geta skipt máli upp á það hvort að starfsmaðurinn upplifir það að hann getur ekki þátt í samfélaginu ekki. Þannig að það eru ýmis svona lítil atrið sem fyrirtækin geta skoðað. Að leggja áherslu á það að búa til viðburði á staðnum þar sem að starfsfólki getur tekið þátt með einhverjum hætti. Ég veit 2–3 fyrirtæki á landinu sem að leggja gríðarlega mikla áherslu á það að vera með mikið activity hjá starfsfólkinu. Með ýmsum hætti, halda ólympíuleika með einhverjum skemmtilegum greinum mitt sumar
og ýmislegt skemmtilegt, ferðir og fleira. Nú veit ég að þetta kostar allt saman peninga og tekur allt saman tíma og flest fyrirtæki eru pínu lítil og eiga kannski ekki mikla möguleika að þeim finnst, en þannig líka tækifæri á samstarfi, ekki satt? Að lítil fyrirtæki geta starfað saman með svona ákveðinni klassahugsun. Þannig að allt snýst þetta að finna möguleika og á endanum þá snýst þetta einhvern veginn að tengja saman fyrirtækin og samfélagi. Mikilvægi mannauðsins í því mjög stórt og við tölum ofta það að við viljum styrkja jákvæða upplifun íbúa á svæðum af ferðaþjónustu og við erum að sjá það núna, það er verið að fara landið og kanna hver upplifun íbúana og það kemur nú svona ýmislegt skrítið út úr því finnst mér stundum, en oft það með einhverju neikvæðni og svona hiti. En þá skiptir líka máli ekki bara það að íbúar upplifi það að fyrirtækin séu á staðnum og séu að taka þátt í samfélagi, heldur líka bara starfsfólkið þeirra. Og með hvaða hætti tekur það þátt? Vegna þess að fólk sem þú þekkir og sérð í búðinni og heilsar og tekur þátt í kirkjukornum með og svo framvegis, það ekki bara eitthvað fólk sem að vinna hjá einhverju fyrirtæki. Það bara nágranninn og vinnur. Og það að býr til allt aðra sýn og upplifun. Þannig að það hjálpar líka fyrirtækjunum þegar starfsfólki farið að horfa, farið að styrunni vera í meiri þáttum í samfélaginu. Þannig að allt vinnur þetta að þessu markmiði að, eins og ég segja það, fá fólk til að taka þátt. Og eitt af því sem að mér hefur verið bent á og mér finnst mjög áhugaverð skoðun er að við sjáum í mörgum sveitarfélögum landið og ég alveg að búinn þessa þróun þar sem við segjum það svo mikil atvinnuþróun, það svo mikil atvinnutækifæri sem voru til, það svo mikið af fólki sem kemur inn og mikið af tækifærum og við tölum mikið þetta sé gott. En svo segir mér stundum, já, það orðið mikil fjölgun í sveitarfélaginu, það mikil atvinnuþróun, það alveg rétt, en það ekki nægilega mikil byggðaþróun. Hún fylgist ekki að. Og hvernig mælum við byggðaþróun? Ég lærði það þegar ég var í pólitíkinni í gamla dag, að byggðaþróun, einfaldasti mælikvarðinn á byggðaþróun það hvort að það fjölgar eða fækkar krökkunum í skólum og leikskólum. Að fjölga börnunum í leikskólanum? Að fjölga börnunum í skólanum? Eða þeim að fækka eða standa þau í stað? Og ef það fyllist alltaf fólki sem að starfa í ferðaþjónustu en það fjölgar ekkert börnunum í skólanum, erum við þá að ná út úr í rauninni atvinnugreininni því sem við viljum fyrir byggðaþróun í landinu? Nei, ég held ekki. Ég held að við þurfum að fara að leggja meiri áherslu á þetta og þess vegna er því mjög ánægð með þetta efni hér í dag, þetta sé mjög þörf umræða og vonandi leiðir til þess að við finnum einhvers konar leiðir sem að við getum nýtt til þess að taka jafnvel á móti starfsfólkinu og ferðamálunum og gera ekki bara Vesturland heldur aðra landshluta líka að búsetuvænlegum byggðum fyrir þá sem að koma og vinna hjá okkur í styttri tíma og vonandi þá í lengri tíma í kjölfarið. Takk fyrir þetta, Jóhannes. Nú ætlar Þorbjörg Gísladóttir, sveitarstjóri Kjós, að segja okkur reynslusögu frá Vík, en hún var þar sveitarstjóri meðan að bærinn gekk í gegnum hvað mestu vaxtarverkina. Gjörðu svo vel. Ég veit ekki hvort ég er þess háa sem Jóhannes, ég geta hóst yfir starfana með það. Já, komið í sæl og gaman að fá að vera með ykkur í dag, óvænt en það er skemmtilegt. Í erindi mínu hér ætla ég að fjalla vöxt í ferðaþjónustunni og þau tækifæri og þær áskoranir sem að geta falist í því fyrir smá byggðarlög út á landi og einhver leiti afmarkast þetta þá við einmitt eins og Jóhannes var að tala þróun og byggð og búsetu og vilja til að setja stað og hvað þarf til. Ferðaþjónustan hefur verið drifkraftur hagvaxtar á Íslandi og stuðlað uppbyggingu innviða, auknum gjaldeyristekjum og fjölgun nýrra fyrirtækja. Afleidd áhrif ferðaþjónustana eru jákvæð áhrif á ýmsar greinar, þar á meðal verslun og þjónustu og afþreyingu sem við flest vitum. Greinin hefur án efa stuðlað aukinni vitund menningu og náttúru
og jákvæð áhrif á ímynd landsins út á við. En það er ekki svo ýkja langt síðan að mörg smærri byggðarlög á landsbyggðinni voru í stöðugri varnarbaráttu. Fólki fækkaði hratt og sveitarstjórn var rekin með halla ár eftir ár. Fram til ársins 2013 hafði íbúum fækkað, á árunum 2018 til 2022 var ég sveitarstjórn í Mýrdalshreppi, Mýrdalshreppi verið gott dæmi sveitarfélag sem var nákvæmlega í þessari stöðu sem hér var lýst. Fram til ársins 2013 hafði íbúum fækkað jafnt og þétt, fasteignir voru á útsölu og mikil innviðaskuld, þar að segja, fasteignir og aðrir innviði sveitarfélagsins þörfnust töluverðs viðhalds sem ekki var til peningu fyrir. Meðalaldur var hár, barnsfæðingum hafði fækkað og barnavagnar voru sjaldséð sjón á götum bæjarins og þetta er bara staðreynd. Menn voru að sjá fyrir sér hreinlega að Vík myndi leggjast af. Í kjölfari Eyjafjallagossins 2010 fór af stað vel heppnuð markaðsherferð þar sem sú gríðarlega athygli sem gosið hafði fengið var nýtt til að kynna Ísland sem áhugaverðan áfangastað. Gosið og Íslandskynningin breytti öllu fyrir Vík, sem eins og flesti vita er þéttbýliskjarni Mýrdalshrepps og er fyrir löngu orðið þekkt vörumerki sem slíkt. Hratt og örugglega hefur ferðamönnum fjölgað sem heimsækja Suðurland og flestir sem að þangað koma leggja leið sína til Víkur. Eftirspurn eftir gistirýmum var í byrjun langt fram yfir framboð. Heimamenn brugðust hratt við, margir stofnuðu fyrirtæki tengt ferðaþjónustunni. Flestir bændur í sveitarfélaginu fóru úr landbúnaði í gistiþjónustu og byggð hafa verið hótel stór og smá alla koppagrundir í alls konar formi. Þrátt fyrir mikla uppbyggingur ennþá vöntun á gistirými. Önnur fyrirtæki sem voru fyrir á svæðinu hafa notið góðs af og almennt gengur rekstur fyrirtækja í Mýrdalshreppi mjög vel. Auðvitað er það þannig að það þarf meira en gistingu þegar að 4.000 til 7.000 manns heimsækja lítið bæjarfélag daglega. Verslun og þjónusta hefur blómstrað sem aldrei fyrr og tæplega 4.000 fermetra verslunarmiðstöð er gott dæmi það sem þó eru verið að stækka enn frekar í þessum töluðu orðum. Ýmis afþreyingafyrirtæki hafa sprottið upp sem mikil ásókn er í. Óhætt er að segja að einu fyrirtækin í sveitarfélaginu sem ekki eru háð komið ferðamannsins með beinum hætti séu opinberar stofnanir og örfá kúabú sem ennþá eru í sveitinni. Sem sagt, tóm sæla eða hvað. Vöxtur á öllum sviðum var mjög hraður. Eitt af því fyrsta sem kom í ljós var að eftirspurn eftir húsnæði sem hafði mögulega verið á sölu svo mánuðum og árum skipti snarjókst og allt seldist upp í rauninni. Fljótlega kom í ljós að þessi þróun var ekki vænleg til að byggja upp samfélag. Fjölskyldufólk sem vildi setjast að í Vík átti ekki möguleika í kapphlaupinu. Rekstraraðilar gátu eðlilega boðið mun hærra í allar fasteignir sem komu á markað og geta enn í flestum tilfellum. Og það er náttúrulega helgast af því að fyrirtækin ganga einstaklega vel. Ég held að sé alveg ótt að segja það. Sveitarstjórn brást við þessu með því að setja inn í aðalskipulag að ekki væri leyfi til að vera með slíka rekstur á íbúðarhúsalóðum. Á þessum tíma voru rekstrarleyfin tímabundin og runnu því út eitt af öðru eftir því sem árin liðu. Í dag er allur slíkur rekstur á svæðum sem ætlaðir eru undir verslun og þjónustu og á landbúnaðarlandi. Og þrátt fyrir þessa ráðstöfun hefur kapphlaupið íbúðarhúsnæði haldið áfram. Með slíkri fjölgun fyrirtækja vex að sjálfsögðu þörfin fyrir starfsfólk og raunin er að langflestir starfsmenn ferðaþjónustunnar eru erlendu bergi brotnir eins og annar staðar. Flestir sem til Víkur koma eru annaðhvort að koma tímabundið í leit að ævintýrum eða í sókn eftir betra lífsviðurværi. Og það er eins og Jóhannes kom hérna inn á að þetta skiptist í 3 hópa. Þetta er annars vegar fólk sem að kemur og er bara allar sér á stutt og er í leita ævintýrum, er að skoða heiminn og grípur tækifæri. Svo er annar hópur sem kemur reglulega, fer kannski heim yfir myrkustu mánuðina en er þarna búin að vera ár eftir ár. Og svo 3. hópurinn, fólk sem hefur sest að og stofnað fjölskyldu. Og hann er alltaf að stækka og eftir sem að búsetuúrræðin verða betri, þá ílengist þetta fólk frekar.
Rekstraraðilar hafa þurft að leita út fyrir landsteinana til að geta mannað fyrirtækin og því þurft að leggja sínu fólki til húsnæði. Undanfarin ár hefur eftirspurn verið mikil eftir húsnæði fyrir starfsfólk og oftar en ekki geta rekstraraðilar eins og áður boðið betri eignirnar þar sem þeir eru að leigja þær út til sinna starfsmanna. Þetta hefur á stundum valdið undirliggjandi togstreitu í samfélaginu. Til marks eftirspurnina má nefna að það voru ekki margir bílskúrir í Vík sem ekki var búið innrétta sem íbúðir til leigu. Öll þessi eftirspurn hefur að sjálfsögðu haft þau áhrif að fasteignaverð hefur hækkað og er með því hærra sem gerist á Suðurlandi. Það í sjálfu sér er bæði jákvætt og neikvætt. Fram að þessum tíma hafði fasteignamat í Vík verið mjög lágt og sem dæmi neikvæð áhrif þá fundu fasteignaeigendur fyrir því að fasteignagjöldin þeirra hækkuðu verulega þar sem álagning fasteignagjalda er reiknuð út frá fasteignamati sem tengist fasteignaverði. Þrátt fyrir að álagning sveitarfélagsins álagning hlutfalli sem sveitarfélagi leggur á sem fasteignagjöld hafi verið lækkað til móts að einhverju leyti. Fyrir sveitarsjóð var þetta augljóslega jákvæð þróun og ekki vanþörf á. Jákvæð áhrifin eru þau að þegar fasteignaverð hækkar þá hækkar eigið fé eigenda í eigninni og vilji til að fara í að byggja nýtt húsnæði eykst og það hefur rauninni gerst og það hefur raungerst. Undanfarin ár hefur töluvert verið byggt í Vík bæði af einbýlishúsum, parhúsum og fjölbýlishúsum og fjölbýlishúsin hafa töluvert verið byggt í samstarfi við óhagnaðardrifin leigufélög og sem hefur verið vel tekið. Við upphaf ævintýrsins var mest eftirspurn eftir herbergjum því oftar en ekki voru þeir starfsmenn sem komu í leita vinnu einstaklingar eða barnlaus pör sem vildu leigja ódýrt og gerðu sér eitt herbergi á góðu eða voru jafnvel til að deila með öðrum. Nú í seinni tíð er eftirspurnin meiri eftir 2 til 3 herbergja íbúðum þar sem margir þessara starfsmanna hafa nú stofnað fjölskyldur og eignast börn og vilja setjast að og þetta er gríðarlega góð þróun fyrir sveitarfélagið. Flestir starfsmenn ferðaþjónustunnar í Vík eru á aldrinum 20 til 40 ára sem hefur haft áhrif til sjálfbæras íbúaukningar. Okkur í sveitarstjórn þótti sýnt að með þennan fjölda á barneignaraldri mætti gera ráð fyrir að þurfa að stækka leikskólann sem hefur reynst happadrú framsýni. Því síðastliðin ár hefur börnum fjölgað sem aldrei fyrr í sveitarfélaginu og nú eru barnavagnar allan bæ. Uppbygging í Vík er ævintýri líkust. Samfélagið þar er einstakt. Bærinn iðar alla daga af lífi, allan ársins hring. Hvernig á annað vera þegar að langstærsti hluti íbúanna er ungur og ævintýragjafn. Íbúarnir flytja með sér ólíka menningu og siði og eru oftar en ekki tilbúnir til að deila þekkingu sinni og láta gott að sér leiða og máltækið maður er manns gaman á svo sannarlega við. En í allri þessari umbreytingu sem hefur átt sér stað á undanförnum árum er stærsta áskorunin tungumálið. Yfir 60% íbúa í Vík er af erlendu bergi brotnir og tala ólík tungumál, önnur en íslensku. Það segir sig einhverju leyti sjálft að starfsmenn ferðaþjónustunnar fá ekki mörg tækifæri til að æfa sig á íslenskunni þrátt fyrir áhugin sé fyrir hendi. Eins er það að fólki sem kemur allstaðar að úr heiminum talar ólík tungumál og talar þess vegna sína milli á ensku líka. Með fjölgun íbúa eykst þörfin eftir starfsmönnum í opinbera þjónustu. Hins vegar þegar kemur á opinberu stofnunum þá þurfa starfsmenn að vera vel færir bæði í tali og ritun á íslenska tungu og oftar en ekki með háskólamenntun. Flestir þessara íbúa eru hámenntaðir á ýmsum sviðum. Má það nefna kennara, sjávarlíffræðinga, arkitekta, jarðfræðinga, verkfræðinga og listamenn. Og svo mætti lengi telja, en fæstir tala en skrifa íslensku og fá því ekki tækifæri til að nýta sína menntun. Þetta kemur líka niður á stofnunum sveitarfélagsins þar sem mjög illa hefur gengið að fá menntað hæft fólk til starfa sem uppfyllir kröfunum íslenskukunnáttu. Reynslan af uppbyggingin á Vík sýnir að hlutfall íslenskumælandi íbúa minnkar með hverju árinu. Það er veruleg áskorun eða að halda uppi þeirri þjónustu svo vel sé sem sveitarfélögum ber að gera. Ég held að það geti verið áhugavert verkefni að rannsaka og fylgjast með þróuninni í Vík næstu árin með tillit til þess hvernig íbúasamsetningin er og hvaða áhrif það hefur ef hlutfall þeirra sem tala íslensku heldur áfram að minnka. Auðvitað eru einstaklingar sem hafa náð að tileinka sér íslenska tungu og það verður gaman að fylgjast með því hvað því fólki hefur gengið vel að aðlagast og fá fleiri atvinnutækifæri, en hlutfall þeirra er of lágt. Þess vegna ætla ég að láta að verða hérna lokaorðum í dag. Við þurfum að gera miklu betur í því
að gefa starfsfólki ferðaþjónustunnar fleiri tækifæri og hvetja þau enn frekar til þess að læra og tala íslensku. Þannig að við grípum alltaf til enskunnar sjálf. Þannig að við erum ekki alveg saklaus líka. Og bara takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Þorbjörg. Nú ætlum við að gera smá áhættuatriði. Við ætlum að spila smá myndband hérna, vonandi heyrist í því og svona. Við tókum við kallum þetta hérna smásögur á Vesturlandi, sem við fórum svæðið og hittum starfsfólk sem vinna í ferðaþjónustu, kemur af mismunandi stöðum og mismunandi aðstæðum. Byrjum á henni Maríönnu, sem hérna búin að búa hérna á Íslandi í tölvöna tíma og leggja sér fram það að læra íslensku. Skulum við sjá hvað það gangi hjá okkur. Hi, Marianne heet ik frá Portugal. Ég kem til Íslands 2016. Svo næst til 9 ár sem ég að búa á Íslandi og ég var að koma til Íslands af því í Portugal var ekki mjög góð var erfitt að finna góð vinnu og ég var að reyna líka að taka smá pása frá skóla svo ég var að koma hér og planið var að vinna hér 3 mánuð og ferða Íslandi af því hér á Íslandi gott laun, næst 9 ár. Ég var að vinna alltaf á ferðaþjónustu. Ég var að vinna gestahús, hótelinu. Ég byrja að vinna í frífudeld. Svo var kaffistofa, líka móttaka og núna ég móttakastjóri á hótelinu hér í Borgarfjörður. Öll starfsfólk sem var að móttaka vinna með mér voru Íslendingar og ég var að reyna alltaf að skilja hvað þeir voru að segja af því mig langar að vera part of the team og þetta var fyrst og líka af því gestir voru að koma Íslendingar og Íslendingar finnst ekki gaman að tala á ensku þegar þeir að check in á hótelinu hér á Íslandi og ég var alltaf að hugsa ég þarf að læra til að bjóða best fyrir gestir best og líka ég að bjóða gestir besti tala á íslensku við nationals ég líður vel og af því ég var að vera lengur hér líka til að fara til læknir eða hafa verið integrated in society og skilja meira. Ég held þarf að læra á íslensku. Já, svo ég var að læra á íslensku. Í fyrsta ég var að reyna sjálf og þegar ég var með basics og líka fólk sem ég var að vinna með þeir voru að tala á íslensku við mig og þetta var mjög stór hjálp fyrir mig og eftir ég fór til Símentum til að taka námskeið fyrir íslensk já, og mér langar að segja líka að ég var að fyrst að læra eitthvað sem
work related. Svo ég var að vinna á hótelinu, svo ég var að skilja meira hvað gestir eru að segja vegna herbergi eða panta veitingahús og á eftir ég var bara að expanding að læra tungumál. Já, Íslendingar gestir, þú getur strax að vita þegar þú líður vel þegar þú að reyna að tala á íslensku og þeir stór majority af Íslendingar þeir eru að hjálpa þig og þeir eru að bæta eitt orð sem þú veist ekki, svo þið segja og líka þeir hjálpa líka correcting en þú getur að sjá þeir líður mikið betri þegar þú að reyna. Þeir þú ekki bara, oh, I don't speak Icelandic and that's it. Byrja með basics, laun, húsnæði, bjóða gott herbergi fyrir starfsfólk, ekki it's a big responsibility to hire someone from abroad. First, we don't want to hire just by hiring people and making a lot of chemicals for people to be here 3 or 4 months. We want people that are going to come and that are going to contribute in the society, that are going to improve their knowledge, that they will learn Icelandic. And we have to also have that in mind as an investment, not only in terms of offering the job to the service, but we have to include them by showing them everything that is around them. Já, það margir með þetta. Ég sá greinilega að við hittum hérna á spurningu sem henni er annt hún skipti beint yfir í ensku og talaði mjög ákveðið. En við ætlum að fá núna Ólínu og Sólveigu frá Hæfnisetrinu til að vera með stuttakynningu. Bætið á kaffið, eða fáið ykkur melónu sem við erum að græða ykkur. Þetta gerst. Ég var ekki búin að undirbúa sko, en ég ætla að nota mína. Góðan tíma. Ég erum að góða tíma. Það er ná signar á skjá.
það er ekki alveg fundunum einhver leyti í smá hljógrunn. En ég heiti sem sagt Sólveig og með mér er Ólína og við störfum sem sérfræðingar hjá Hæfnisetri ferðaþjónustunnar. Og við ætlum í dag að segja ykkur svolítið frá þeim verkfærum sem Hæfnisetrið hefur verið að þróa fyrir ferðaþjónustuna sem tala svona inn í viðfangsefni dagsins í dag sem er náttúrulega hvernig við stuðlum að vellíðan og aðlögun starfsfólks að vinnustöðum og að samfélaginu í kring. En aðeins fyrst Hæfnisetrið, ef þið þekkið okkur ekki, hvað gerum við? Okkar hlutverk er í raun að vera svona miðja fyrir aukna hæfni og gæði í ferðaþjónustu á Íslandi og við förum að því með því að vinna að verkefnum til dæmis þróum við fræðslu og stuðningsefni fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustunni. Við erum að veita ráðgjöf og aðstoð til fyrirtækja í ferðaþjónustu og svo vinnum við líka því að eftir þörfum þróa námsleiðir í ferðaþjónustu í samvinnu við atvinnulífið, í samvinnu við fræðsluaðila, framhalds- og háskóla. En aðeins eftir dagsins, eftir því sem að ferðaþjónustan heldur áfram að vaxa, þá verður náttúrulega æ mikilvægar að beina athyglinni eins og við erum að gera í dag að andlegri og félagslegri líðan starfsfólks. Kannski ekki síst þeirra sem er að koma með þennan fjölbreytta bakgrunn eins og raunin er í ferðaþjónustunni. Með því að fjárfesta í vellíðan starfsfólks þá stuðla fyrirtækin ekki bara jákvæðu starfsumhverfi og skemmtilega starfsumhverfi, heldur líka bættu orðspori út af við, rekstrar hagkvæmni og kannski líka hollustu viðskiptavinna og ekki síst starfsfólksins sjálf í garð fyrirtækisins. Það er náttúrulega metnaðarfullt markmið fyrir alla hagaðila í ferðaþjónustu að gera starfsfólk sjálfbærara í daglegu lífi og starfi og tengja það við samfélagið eins og við erum að ræða, jafnvel þó það sé að stoppa stutt við í fyrsta sinn eða annað sinn eða þriðja sinn. En þetta skulum við kannski hafa að markmiði með því að forgangsraða vellíðan starfsmanna í framtíðarsýn og stefnumótun hjá fyrirtækjunum. Þá erum við að gera okkar til að tryggja blómlega atvinnugrein sem að gagnast auðvitað starfsfólki, gagnast gestunum okkar og síðan samfélaginu öllum. Og þá erum við komið með það sem við erum kannski farin að tala svolítið meira í dag, nærandi ferðaþjónustu á öllum sviðum. En hvernig gerum við þetta? Hvað getum við gert? Það er galdurinn. Já, Ólína ætlar að segja eitthvað frá því. Já. Sko, hjá Hæfnisetrinu þá erum við eins og sem alla daga að finna leiðir og þróa leiðir til þess að styðja við fyrirtækin þannig að allt sem við kemur gæðum, hæfni eða slíku gangi vel. Og inn í þetta samtalsverðin hér í dag þá vildum við svo koma með 4 nálganir sem geta stutt ykkur til þess að ná þessum markmiðum með bæði samfélaginu og ekki síður kannski með því að styðja við hluti eins og íslenskuna og styðja við að rauninni bara svona þess að sjálfbærni fólks á svæðunum. Við ætlum fyrst aðeins bara að spjalla móttöku nýliðana, svo ætlum við aðeins að fara yfir starfsmannahandbók, hvað hún getur gert, stöðu og þjálfun og svo ætlum Sólveig að loka þessu með stefnum. Ég ætla reyndar að bakka í þetta, það er svo hljóta mér. Með
góðu utanumhaldi, utanum starfsmannamál og það sem eru skýra verkreglur og stuðningsefni, þá hægt að kappkosta að taka vel á móti starfsfólki. Nú inn á hefnum.is, þar erum við með mjög fjölbreytt efni sem að styður mjög vel við allt sem að þið geti gert þegar kemur að þessum 4 þáttum. Og ég ætla að fara aðeins yfir svo bara hvern veit þátt eins og ég sagði áðan með ykkur, og ef við skiptum núna hérna og horfum á móttöku nýliða. Með því að taka vel á móti nýliðum, þá erum við að styðja og þjálfa og leiðsega strax frá upphafi. Og þetta var svo gott dæmi áðan að það hægt að byrja jafnvel áður en fólki komið. Það að gera, og allt svona byggir sterka og samhælda fyrirtækja menningu innan fyrirtækjana. Þetta bara, þessar glærur alveg í ruglunum. Afsakið þetta. Og það sem við viljum alltaf horfa til það að starfsmann komist fljótt inn í störfin, þeir þekki reglurnar, þeir viti hvað sem krafist af þeim og að þeir séu að byrja fyrr í afköstum. Þið viti hvernig þetta þú kemur nýrinn, þá áttu ekki von á afköstum fyrsta mánuðin jafnvel. Það sem líka gott með góðri móttöku, það að þú nærð svolítið að taka strax á hluti sem annars koma oft upp þegar að háannatíminn komin. Og háannatíma að fyrir að fara og eyða orkunni og samtalunum í ágreining, misskilning og samskiptavanda, það kemur mjög oft svoleiðis vandamál upp, við heyrum mikið af þeim. Þá þetta svona hlutir sem mjög auðvelt að takast á þarna strax í upphafi og skapa þó rými í rauninni í rekstur, í framlegð og bara svona dagleg störf fyrir stjórnenduna. Inn á síðun okkar, þar mjög mikið af efni sem hjálpar ykkur að styðja við móttöku nýliða. Það hægt að nálgast þetta út frá því þú sem stjórnandi, þá getur fengið stuðningsefni annars vegar bara ráðningarferli til dæmis erlends starfsfólks, hvernig væri best að haga nýliða þjálfun, fræðslefni Ísland fyrir nýtt starfsfólk og svona ýmislegt, þannig að það mjög mikið af efni á síðunni. Það sem gott við síðuna þið sjáu flipar hérna með íslenska fánanum, það hægt að færa og skipta tungumál á síðunni, það 500 tungumál, þannig að það má líka nota síðuna til þess að biðja starfsfólkið að byrja að kynna sér svona fyrir nýlega þjálfunin fram. Það hægt að vísa á alls konar fræðslu efni og annað slíkt inn á síðun okkar. Það meðal annars mikið efni íslenskuna sem Sólveig sýnir ykkur betur eftir. Þannig að það mjög margt sem bæði stjórnendur og síðan starfsfólki getur nýtt á síðunum með þetta. Nú, undanfarið 1 ár þá höfum við verið að vinna að gerð starfsmannahandbókar. Það búið að vera ákall eitthvað verkfæri, eitthvað hjálp með starfsmannahandbækur í svona 3 ár. Það hefur fundið svona mjög mikla þörf fyrir því frá greininni að það að gera starfsmannahandbók, það krefst tíma, það krefst skipulags og í minni fyrirtækjunum sérstaklega sem með stjórnendur með marga hatta, þá svona vill þetta mæta afgang. Það sem við gerðum í kjölfarið, við fórum á stúfana og bjögum til sniðmátt að dæmigerðri starfsmannahandbók. Og dæmigerð starfsmannahandbók náttúrulega svolítið erfið þegar undir greinirnar í ferðarþjónustu eru mjög fjölbreyttar eins og það eru margar, hvort sem það eru bílalega, afþreyingafyrirtæki eða hótelrekstur. Þannig að það var svolítið áskorun að koma þessu saman, en það komu mjög margir að þeirri vinnu. Og við unnum þetta til dæmis með SAF, við unnum þetta með markastofunum, við unnum þetta með ferðamálastofu og síðan fengum við töluvert af efni bara frá greininni þar sem að fyrirliggjandi voru starfsmannahandbækur. Nú þegar að starfsmannahandbækurnar og sniðmátið sem að við unnum að var tilbúið, þá stóðum við svolítið fram með því hvað var sem gerum við þetta.
ef við vorum bara að dreifa einhverjum vörðskjölum út allt og okkur leist ekkert af það. Þannig að við ákveðum að þróa nýtt svæði, stafrænt svæði, inn á hæfni.is hjá okkur. Og á þessu svæði þá þið loggið ykkur bara inn eins og mínar síður. Þetta opið öllum, allir geta nýtt þetta frítt og þarna inni sniðmál og meðal annars starfsmannahandbók, bæði á íslensku og á ensku. Fyrirtækin eða stjórnendur geta síðan gert efnið að sínu. Þeir fá dæmi þess að dæmigerðu starfsmannahandbók, svo skrifa þeir sitt efni halda inni þeir sem hagnýtt, þannig að það algjörlega hægt að aðlaga þetta sínu. Síðan þegar starfsmannahandbókin tilbúin og kannski nefna það líka að fleiri en einn aðeins getur verið að vinna að starfsmannahandbókinni. Þið hleypið inn bara þeim sem þið viljið, ef ég segi Sólveig, ég vil þú skrifir öryggiskaflan og ég ætla að skrifa allir stefnurnar. Þá erum við báðar að vinna í starfsmannahandbókinni og sjáum hvor að vinna að hverju og síðan þegar allt komið saman þá gefum við handbókinu út og þá hægt að nýta alls konar birtingaform í að koma sér starfsmannahandbók á framfæri. Það hægt að vera með hlekk, þar sem ég geti birt þetta á innri vef, ytri vef, tímsvæði, það hægt að setja þetta sem hlekkinn á Slack, bara þar sem þið við fólk ykkar, þar getið þið birt þetta. Og síðan ef þið með síður sem að þið nú þegar með ýmislegt annað efni, þá hægt að vera með svona iframe lausn á því. En það ekki nóg að vera bara að gera þetta, við þurfum líka alltaf að vera að þjálfa og fræða fólki okkar. Og mér langar bara að nefna eitt verkefni sem við höfum verið að gera núna og hefur verið tilraunaverkefni sem búið í gangi 1 ár sem heitir Fræðslegt til framtíðar. Þetta verkefni það fyrir stjórnendur lítilla og meðalstóra fyrirtækja þar sem þau fá aðgang að ráðgjafa, 20 klukkustunda ráðgjöf, þar sem hægt að fá rauninni bara aðstoð við að vera með markvissa fræðslu og þjálfun. Og það svolítið bara hvað það hjá hverjum einum. Við erum ekkert með eitthvað svona, það má bara þetta og ekki þetta, en það snýr samt alltaf því að þjálfa eða auka hæfni eða gæði starfsfólksins. Þetta hefur gengið alveg rosalega vel og bara svona, okkur langar að deila með ykkur hvað við erum að fá frábær viðbrögð við þessu verkefni. Ef þið hafa áhuga á þessu verkefni, þá verðum við Sólveigina á eftir og þið getið spjalla við okkur þetta og það líka hægt að sækja á síðun okkar að fá okkur í spjall og kynast betur verkefninu. Þú ætlar síðan að segja hvernig þið geta borgað fyrir þetta allt saman. Já. Ég veit ekki hvort þið þekkið þessa síðu sem heitir 8.is sem starfsmenntasjóðarnir eru með. Á þessari síðu þá mjög einfalt fyrir fyrirtæki að sækja sér þessa styrki. Öll fyrirtækin í ferðaþjónustunni að greiða iðgjald í starfsmenntasjóði og það fyrir bara eftir því hvaða stéttarfélagi starfsmennirnir ykkar eru í hvaða sjóði þið greiðið. Eitthvað aðeins mismunandi reglurnar sem sjóðirnir eru með en mjög greinagóðar upplýsingar hvaða þjónustu þeir bjóða upp á. Og það hægt að sækja þessa styrki til að niðurgreiða fræðslu á staðnum, námskeið sem þið haldið sjálf eða til að senda einstaka starfsmenn á námskeið, bara allt eftir hvað hentar. Og endurgreiðsla getur numið að bera alltaf 90% af námskeiðsgjaldinu, svo að það að gera notfæra sér þessa möguleika og ferðaþjónustufyrirtækin eru heldur bara ekki alveg nógu dugleg við að gera þetta. Líka eru þessi sjóðir stundum að styrkja túlkaþjónustu því við erum að tala svolítið hvernig við tökum móti erlenda fólkinu okkar, þá hægt að notfæra sér það í námskeiðahaldinu líka að fá túlkaþjónustu. En nú ætla ég aðeins að tala stefnur, að móta sér stefnur innan fyrirtækja, jafnvel þó þau séu með lítið fyrirtæki. Þá eru svona stefnur sem að styðja við vellíðan starfsfólks eins og jafnréttisstefna, öryggis- og umhverfisstefna, ekkostefna einelti, áreitni og ofbeldi, stefna gæði
og svo málstefna. Allt getur þetta svona stutt við að búa til svona gott umhverfi og góða umgjörð utanum starfsfólki ykkar. Mig langar kannski sérstaklega að tala eina tegund af stefnu, þið þekkið nú kannski flestar af þessum stefnum, en málstefna. Af hverju ættu fyrirtæki í ferðaþjónustu að innleiða hjá sér málstefnu? Og hvað er málstefna? Málstefna eiginlega skýrir svona leikreglur málnotkun inn á vinnustaðnum, hvaða tungumál við erum að nota, hvenær við notum hvaða tungumál í hvaða aðstæðum og hvers vegna. Bara þannig að þið búið til ramma utan á hvaða tungumál þið talið inn á fjölbreyttum vinnustað. Og með því að gera þetta þá vita allir svona betur til hvers er ætlast af þeim, og með því að hafa svona skýra málstefnu á vinnustaðnum þá verður þjálfun nýs starfsfólks einfaldari og jafnvel hægt að innleiða tungumála þjálfun sem hluta af þjálfunarferli starfsfólks, og með því að marka sér málstefnu þá eykst held ég líka svona meðvitund á vinnustaðnum hversu mikilvægt það er að allir séu með á nótunum, allir geti tala saman, allir séu hluti af sama teyminu, og síðan getum við útvíkka það út í að allir séu hluti af samfélaginu sem er í kring. Og kannski líka síðast en ekki síst ástæði fyrir fyrirtæki ferðaþjónustuna að innleiða málstefnu, þá er vonandi metnaðarmál fyrir okkur öll sem störfum í ferðaþjónustuna að varðveita tungumálið okkar, deila því með starfsfólkin okkar og gefa gestunum sem koma til landsins menningarupplifanir þar sem íslenska er hluti af upplifanum. Við megum ekki einhvern veginn undanskilja íslenskuna frá öðrum upplifunum sem að gestirnar okkar fá. Inn á Hafni.is síðunni, inn á þessu mínu svæði sem að Ólína var að segja fyrir starfsmannahandbókinni, þar er líka aðgengilegar svona stefnur sem að þið geti tileinkað ykkur gert að ykkar eigin, og þar erum við núna búin að setja inn sniðmát að íslenskri málstefnu sem við erum búin að vera að vinna, og þetta sniðmát geta fyrirtæki sem sagt nýtt sér, gert að sínu eigin og búið sér til eigin málstefnu eftir því hvernig starfsemin ykkar er. Við erum líka búin að setja á síðuna með svona gagnleg ráð hvernig er hægt að efla notkun íslensku á vinnustaðnum, og það er svona bara svona áframhaldandi verkefni hjá okkur að þróa það, og svo erum við líka með ítarlegt yfirlit á síðunni yfir þau námskeið sem er í boði í íslensku fyrir erlent starfsfólk og svona alls konar bjargir varðandi í íslensku nám, hvort sem er hægt að fara á rafræn námskeið, ókeypis efni, orðabækur og alls konar sem þetta er endilega að halda að starfsfólkinu ykkar. Við viljum gjarnan síðan hjá Hæfnisetrinu halda áfram svolítið að þróa þessa leið áfram, hvernig ferðaþjónusta getur ýtt undir í íslenskuna, en við verðum að gera það í einhverju samtali og samvinnu við ykkur, og þykjum gjarnan allar hugmyndir sem þið eru með sem við getum komið á framfæri fyrir fleiri fyrirtæki. Já. En svo bara að lokum, svona til að við drögum þetta saman, þá bara vonum við að með þessum verkfærum sem við höfum verið að svona aðeins að kynna gróflega fyrir ykkur, stuðningsefni og þessar leiðir sem við erum að reyna að vinna í samvinnu við ferðaþjónustuna, þá er vonandi hægt að tryggja að nýtt starfsfólk tryggi sig í sessi á vinnustaðnum, upplifa að það sé velkomið og sé viljugt til að blómstra með okkur í ferðaþjónustunni. Og blómleg
ferðaþjónusta er væntanlega það sem við viljum sjá, blómleg ferðaþjónusta og blómleg samfélag í kringum það. Og það er heldur bara verkefni sem við öll bara getum tekið þátt í. En endilega kíkið síðan bara á síðan okkar hæfni.is og ekki hika við að hafa samband við okkur líka ef við erum með spurningar eða ábendingar til okkar. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Glæsilegt, takk fyrir þetta. Ég hveti ykkur endilega að kíkja inn á heimasíðunni hjá þeim. Það er margt þar að sjá. Þá ætlum við að fá eina stuttmynd aðra. Það er hérna hún Jóhanna Pavlovits sem vinnur á Símentunum Miðstöð Vesturlands. Þau eru að vinna ýmsum verkefnum sem að gott er að vita af og hérna hvetjum við til að kynna ykkur betur. Þannig að skellum við það. Ég heiti Jóhanna og ég er fjölmenningarfulltrúi Símentunum á Vesturlandi. Ég er verkefnastjóri Fjölmenningarskóla Vesturlands sem er þverfaglegt verkefni með áherslu á inngildingu, upplýsingaflæði, afþreyingu og valdeflingu til fólksærandi uppruna á Vesturlandi. En líka hérna verkefni er líka eitthvað svona almenningsskapvatna gagnkvæma aðlögun eða svona þannig að við getum byggt svona fjölmenningarsamfélag sem að allir eru svona inngildir þátttakendur. Og hérna stór partur af okkar verkefni er íslenska og við sjáum það að það gengur rosalega illa svolítið að ná í fólk á námskeið hjá okkur. Það eru alls konar hömlur þarna eins og að fólk fá ekki að fara úr vinnunni eða hérna að því sem mæti eitthvað svona fordóm líka þegar að tala íslensku, þannig alls konar íslensku og ófullkomna íslensku. Þannig að hérna, við lítum svo á þetta sem samfélagslegt verkefni, við viljum halda íslenskunni, þannig að við höfum verið að fara á alls konar öðruvísi verkefnastað heldur en klassísk námskeið eins og til dæmis barmerki átök í maí hérna, sem heitir alls konar íslenska og það hugmyndin af því var í rauninni að fyrirtæki og stofnunarstandi var með barmerki út maímánuð til þess að gefa fólki bara svona vitund það að í þessu ákveðna rými eða ákveðna stofnun eða á Vesturlandi sé tölulega alls konar íslenska og þannig að fólk byrjar ekki strax að tala ensku við hvort annað og sérstaklega fólk erlendum uppruna að það geti bara að byrja að tala íslensku hvort sem hún er fullkomin ekki hvað sem þau komast á svona stíi í rauninni íslensku. Og það gekk ágætlega í fyrra, vakti mikla athygli og meðvitund en við þurfum að gera þetta aftur ár þannig að við þurfum í rauninni að fá svona hugarfarsbreytingu þegar kemur íslensku. Sérstaklega því hún er lykilatriði að inngildingu og samfélagslegri þátttöku og lýðræðslegri þátttöku í samfélaginu sem er eitt af markmiðum okkar. Annað sem við höfum verið að gera er að bjóða upp alls konar fræðslu eins og skattar og skyldur fyrir fólk erlendum uppruna, samfélagsstúlkun til þess að valdefla fólk og fjölmenningarfærni námskeið sem er meira kannski hugsað fyrir innfædda til þess að átta sig á alls konar rótgrónum staðalmyndum sem er til staðar í íslensku samfélagi sem skapa og svona fjarlæga milli menningarhópa á þess að einmitt að sé ásetningu til staðar en það skiptir máli ekki að vera með þess að birtingamyndis. Þannig að við getum öll einhvern veginn skapa eitthvað svona meiri nánd á milli allra hópa í samfélaginu. Já, ég myndi segja kannski ábyrgð skipulagsheild almennt væri bara að átta sig aðeins á sinni ábyrgð hvað varðar þetta bara samfélagið og sérstaklega íslensku það var til dæmis þegar við erum með fræðslu, námskeið segir, íslensku námskeið að þessi bent fólk erlendum uppruna á að slíkt sé boðið, hjálpprogramm með þess að dreifa upplýsingu, það skiptir rosalega miklu máli og annað sem er boðið til dæmis, við erum að reyna að búa til heimasíðu á símentunarsíðunni okkar sem heitir svona afþreying, þannig að fólk viti hvað það getur gert alls konar hluti, hvað getur farið í jóga, hvers konar tímar afþreyingar eru í boði sem er ekkert endilega sem maður getur ekki endilega sótt svona á MSB til dæmis eða eitthvað svoleiðis, þannig að við myndum vilja fá þessu einhvern veginn að fyrirtækin
valdefli sitt fólk og látið vita að öllu sem í gangi einhvern veginn og líka þegar það eru svona námskeið búið eins og skattur og skyldur eða samfélagsstúlkur eða hvað annað sem búið að þau sendir á og hveti fólk til að fara og hveti líka starfsmenn til að tala íslensku, taki þátt með okkur í verkefninu, alls konar íslenska barmerkja átakinu. Við vorum hér líka með að bókasöfnum, reyndum að fara með þetta verkefni í samstæði við gefum Íslensku séns í Ísafirði þar sem við vorum með opin rýma sem fólk að koma að tala íslensku og þetta svona önnur hugmynd líka bara svona félagslega virkni þar sem allir gætu komið að spjalla íslensku við hvern annan til að skapa svona nánd í nærsamfélaginu og þetta eru viðburðir sem við myndum alveg vilja að fleiri myndum mæta á og taka þátt í að efla íslenska tungu. Það getur ekki bara verið einhver ábyrgð einstaka stofnana og samfélagi tæki þátt í þessum og bara líka að stjórnendur fyrirtækja mæti síðan og sæki þessi fjölmenningarnámskeið sem í boði til þess að átta sig á hvernig þau geti þá komið betur fram með sér starfsfólk að afmóta þessa ómeðvitaða fordóma sem eru rosalega ríkjandi og alls konar annað. Þakka fyrir Jóni. Já, eins og þið sjáu þá eru ýmis tæki og tól til, þannig að okkar að reyna að nýta þessi tæki og koma starfsfólkinu okkar á námskeið og þeirra. Nú ætlum við að skipta kúrs og fara í síðasta dagskrárliðinn sem eru búsetumál, áskoranir og sameiginleg ábyrgð og Björn Bjarki, sveitarstjóri Dalabyggð, ætlar að koma hérna og segja okkur aðeins hvað þeir eru að gera í dölunum. Já, takk. Komið sæl og takk fyrir að fá að vera með í dag og að vera fróðlegt að heyra það sem að hér hefur komið fram og í rauninni margt sem að við í Dölum getum samsamað okkur við og akkurát það sem að hún Þorbjörg, fyrrverandi sveitarstjóri í Vík og nú í Kjós fór yfir hvað þau gengu í gegnum. Við í Dölum erum svolítið á þeim stað sem þau voru hér í upphæði máls. Þannig að mér langar aðeins að fara yfir svona og reifa hvað við erum að gera og hver okkar staða er. Ég velti nú fyrir mér fyrir að ég var búin að senda þetta heiti á eða fyrirlesturinn mínum eða mínu innleggi að ég væri að fara að tala verkfærakistu. Eins gott að tengdafæður minn frétti ekki af því að ég sé að tala verkfæri. Ég myndi frussa kaffinu ef hann væri með það upp í sér. Smiður til 60 ára. Ekki mikið álit á minni verkkunnáttu með höndum en það er önnur saga. En ég er svolítið gaman að tala við gerðargreindina og ég hendi inn þessari spurningu sem að yfirskrift námskeiðsins er og auðvitað þetta glæra eins og það er ekki að vera með mjög mörgum orðum og stöfum en enga síður að mjög áhugavert að hvað í rauninni hún getur sagt manni mikið og í rauninni er náttúrulega bara búin matan á því sem við erum að tala og við erum að skrifa en Vesturlandið er náttúrulega, það er náttúran við erum nærri höfuðborginni við erum alltaf að fást við það að það vantar húsnæði en við erum flest hver lítil samfélag og notaleg samfélag sem er mikill styrkleiki. Nú, við í Dalabyggð, við erum gríðarlega landstórt sveitarfélag, það 14. stærsta á landinu en íbúarnir eru 645 samkvæmt Hagstofunni núna áramótin og við erum okkar samsetning er ólík mörgum öðrum sveitarfélagum hvað það varðar að þéttbýlið það er innan við helmingur íbúðan sem búið í þéttbýli eins og þið sjá, innan við 40% íbúðan búið í þéttbýlinu en hinir eru í dreifbýlinu og af rúmlega 70 börnum í grunnskóla þá koma rúmlega helmingur þeirra með skólabílum 7 akstursleiðir sem eru eknar í Dölum eftir handónýtum vegum. Þannig að innviðirnir skipta máli og þetta skiptir allt máli varðandi atvinnulífið í heild sinni hvort sem það er að ferðaþjónustu eða hvað það er. Nú okkar helstu atvinnugreinar í Dölum eru landbúnaður eins og þið sjáðu, ég er með mynd einni fjárrétt af því að mörg stærstu fjárbú landsins eru í Dalabyggð og megin stoð í atvinnulífi
eða sem sagt rekstri í margra fjölskyldna, úrvinnslan landbúnaðarvara og tengd þjónusta á svona stóðhúslu, en ferðaþjónustan hefur vaxið mjög á undanförnum árum og það gríðarleg tækifæri þar. Eins og margir segja að Dalirnir eru svolítið falin perla því miður ennþá, en við erum að hjálpast að með ferðaþjónum að koma tölunum sterkar á kortið. Og það er mjög samhentur hópur ferðaþjóna, lykilaðilega í samfélaginu, sveitarstjórnar og starfsmannasveitarfélagsins ekki síst og stoðgreinar sem eru í þessu liði í rauninni bara sem einn maður. Ég er svo lánsamur að starfa fyrir mjög samhenta sveitarstjórn. Það er engin meiri eða minnluti, það er persónukjör. Það eru allir sem einn maður í því að auka veg Dalanna. Ég er með frábært samstarfsfólk innan sveitarfélagsins sem er í þessum með mér og síðan stóð þjónustan okkar þar að segja Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, atvinnuráðgjöfin, markaðsstofan og fleiri. Þannig að það er í rauninni, við erum með þétt net á bakvið okkur og í kringum okkur. En hérna sjáum við, ég er líka mikill aðdáandi mælaborðana sem inn á vef Byggðastofnunar, mikill fróðleikur þar. En þarna sjáum við í rauninni hvernig íbúaþróunin var í tölum frá 1998, að það er mikil fólksfækkun fram til 2021. Og þá náum við einhvers konar viðspyrnu. Og síðan árið 2022 höfum við í rauninni bara markvisst verið að reyna í samstarfi með öllum þessum aðeins ég taldi upp á þann að treysta allar okkar stoðir. Og sveitarfélagi gerir ekkert eitt og sér, en við getum með okkar skipulagsmálum, aðalskipulagi, deiliskipulagi og fleiri þáttum allavega stutt við það og verið ekki að þvælast fyrir þeim sem vilja byggja upp að því. Í Dölum er harðduglegt fólk, metnaðargjarnt, en þetta er sá raunveruleiki sem við búum við. Lægstu meðaltekjur íbúa á landinu í Dalvík. Þetta er eitt mælaborðið til frá Byggðastofnun. Þannig og það í rauninni kannski endurspeglar svolítið samsetningu atvinnulífs, að við erum ekki með stóriðju, við erum ekki með mikið af sérfræðistörfum, sjávarútvegurinn er mjög lítill og áframhaldið telli. Þannig að við erum þarna því miður, en enga síður, sveitarsjóður nær að reka sig, halda utanum. Það er öflugt fólk sem býr í samfélaginu og vill láta gott að sér leiða og lætur svo sannarlega gott að sér leiða. Þannig að þetta er hægt með mikilli samheldni og miklum dugnaði íbúa. Hérna í gamni setti ég þau 10 efstu við hliðina og þar tróni Vestmannaeyjabær með útsvarstekjur upp á meðaltekjur íbúa upp á rúma 10 milljónir meðan við erum með rúma 5, þannig að munar helming. Þannig að þetta er sláandi þegar maður sér þetta með þessum hætti. Nú aftur hendur spurningu á gerðarmyndina hvað sveitarfélög geta gert til að laða þessi nýja íbúa og hér eru nokkrar tillögur og það er bætt aðstoð og þjónusta. Það sem mikilvægt er að sveitarfélögin bjóða upp á góða innviði eins og góða samgöngur. Við erum ekkert sérstök þær í Dölunum, sko. En við erum þrýsti að reyna að fá úr því bætt. Heilbrigðisþjónustan, við erum lánsöm hvað varðar heilsugæslustöðina í Dölum, skóla, leikskóla og tómstundastarf. Og þetta getur mjög aðalandi fyrir fjölskyldur sem leita góðu umhverfi í börnin sín. Þannig að við höfum ekki haft til dæmis íþróttaaðstöðu í Búðardal undanfarin ár. Krakkarnir þurfa að fara í frístundakstur í korter 20 mínútur frá út úr Búðardal eftir skóla, þannig að það hefur verið mjög hamlandi. Þannig að við settum þetta á oddinn núna eftir að ný sveitarstjórn tók við störfum að bæta úr því. Þannig að og svo þarna nokkri punktar til viðbótar sem ég ætla ekki að fara að lesa frá orði til orðs en allt skiptir þetta máli. Nú, það er sóknarhugur í Dölum og uppbygging í gangi. Við erum að búa að reisa grindina fyrir íþróttahúsið okkar og þessi aðstæða verður tilbúin og opnar 4. febrúar árið 2026. Það komið í sund í Dölunum. En þetta
Þetta fórum við í og algjör einhugur, en þetta er stærsta einstaka framkvæmd Dalabyggðar frá upphafi. Það er fjárfesting upp á 1,3 milljarð og einhverjir kunna að spyrja, er þetta ekki algjörlega galið að láta sér ekki í hug að fara í svona framkvæmd í 650 manna samfélagi? En talandi inn í íbúaþróunina og það allt saman, ég sýn ykkur hérna, ég hljóp yfir á þessu mælaborði, sjáu þið aldurssamsetningu íbúa í Dölum. Aldurstréð, þetta hefðbundna, er eins og jólatréð. En hjá okkur í Dölum er staðan svo að það fer inn á aldursbylunu 20-50 ára. Það vantar fjölskyldufólk, það vantar börn og þetta var ein stoð þeirra röksemda sem við settum fram við lánastofnunir varðandi þá þörf sem við stóðum frammi fyrir að byggja upp öflugra net sem sveitarfélagið býr við, þar að segja íþróttamannvirki og félagsaðstöðu fyrir börn. Ég er unni bara fólk á öllum aldra því við vitum það að heimsmálin eru leyst í heitapottinum, hvort sem það er að morgni eða kvöld. En svo er önnur staðreynd nú að Búðardalur er uppseldur. Það er ekki fermetri til sölu. Ef þið farið inn á fasteignavefinn og sláið inn postnúmer 370 þá sjáu þið gamla pósthúsið og eitt hesthús. Bara án djóks eins og krakkarnir segja. Þetta er staðan. Enga síður höfum við verið í uppbyggingarverkefnum með leigufélaginu Bríet og leigufélaginu Brák og öðrum aðilum, þannig að það hafa verið byggðar rúmlega 10 íbúðir á undanförnum árum og við erum í uppbyggingarfasa og við erum búin að deilsýbyggja nú að nýja íbúðarsalaðir og það getur verið 40 íbúðir í farvatninu núna, af því að það vill fólk, við skynjum það, fólk vill koma til okkar í dalina og gott samfélag og allt það. En við höfum ekki húsnæði, hvort sem er reyndar í þéttbýlinu né í dreifbýlinu, þannig að það er staðan. Við erum líka í uppbyggingarverkefni varðandi uppbyggingu atvinnuhúsnæðis og þar höfum við átt mjög gott samtal og samstarf við Byggðastofnun sem er ein af mjög fáum ríkisstofnunum sem ég hæli, en Byggðastofnun á það svo sannlega skilið, gott að eiga samskipti þangað og hafa reynst okkur mjög öflugur bakhjarl. Og síðan erum við í samtali við ríkisvaldi varðandi uppbyggingu húsnæðis fyrir viðbragðsaðila því til dæmis í Dölum það er hálft stöðugildi til lögreglumanns þrátt fyrir þetta dreifbýla svæði og engin aðstaða sem lögreglan hefur, mjög bábor sem heilbrigðisstofnun hefur farandi sjúkrabíl og annað, þannig að þetta er mjög aðkallandi verkefni. Og eins og ég segi, það er aukning á ferðaþjónustu á svæðinu, verulega umferðaraukning, við erum lífæðin inn á Vestfirði og Strandir, við erum svolítið svona eins og Vík er fyrir Suðurlandið, en Vík er kannski meiri áfangastæðir eins og Þorbjörn kom inn á hér áðan og við þurfum að treysta til að mynda Búðardal sem áfangastað. Og til að mynda uppbygging sundlaugarmannvirkja er ein aðgerðin í þá veru. En við erum í óformlegu samtali núna við Húnaþing vestra mögulega sameiningu yfir þá Laxdalsheiðina og tengja þá saman Húnaþing, Hrútafjörðinn og Dali. Það skýrist í upphæði maí hvort að það samtal verði gert í rauninni formlegt og ef að það verður þá er stefnt að því að verði síðan íbúakosning í upphæði árs 2026 í janúar og ef að það verður samþykkt og þá verður kosið í nýju sameinuðu sveitarfélagi í bara leið og í öðrum sveitarfélagum í maí 2026 en þá bara allt eftir að koma í ljós en Dalabyggð er sjálfbær í sínu rekstri en okkur vantar fleira fólk. Síðan erum við í mjög skemmtilegum samstarfsverkefnum varðandi Dalaauð, það tengist verkefnum brothættar byggðir sem Byggðastofnunar eru með, það hefur gert okkur mjög gott og síðan erum við að setja af stað núna 8 verkefni sem að til að styrkja okkar innviði og fleira í bíbólnum. Við sjáum árangurinn af þessum aðgerðum sem við erum í til að mynda íbúðakönnun landshlutanna þar sem að Dalabyggð var hástökkvar á milli kannana, hvað var það ánægð íbúa og skorum til að mynda hæst í íbúa lýðræði. Við erum rígmontinn af því. Nú, við erum að koma okkur upp verkfærakistu varðandi það að styrkja
bara sjálfsmynd íbúa Dalabyggðar sem getur síðan orðið verkfærakista til að kynna samfélagið, og við erum í samstarfi við ráðgjafarfyrirtækið Kón og Húlf þetta, en það aftur Byggðastofnun sem að styrkt okkur til að fara í þetta verkefni og styrta C1-potti byggðaáætlunar. Þannig að það er ýmislegt spennandi í pípunum hjá okkur og er búið að vera undanfarin ár. Þannig að mér langaði aðeins að sýna ykkur verkfærakistuna. Já, og sjáum við, þetta er fjölsóttasti ferðamannastaður í Dölum í dag, Erpstaður. Þarna koma rúmlega 30.000 manns á ári, en við höfum fullt af fleiri stöðum í Dölum sem við getum togað til okkar fólk. Með PDF-skjal sem að og þetta er verkfærakista sem við köllum, og í rauninni viðhorfsstyrking Dalanna er megin erindið, og munum það í samhengi við gott fólk. Dalendur eru miðja alls, það er þannig að ef við erum stödd í Búðardal og veltum fyrir okkur hvað er næsti þéttbýlisstaður, það er alveg sama í hvað átt við horfum, það er alltaf 80 km. Stykkishólmur, Borgarnes, Hvammstangi, Hólmavík, Reykhólar, að við erum miðjan. Og það sem við ætlum að gera, við ætlum að yrkja okkar samfélag, landgæði og lífgæði sem að leiðir af sér aukin lífsgæði. Þannig að þetta er held ég verkefni sem að reiknaði með að fleiri samfélög og sveitarfélög eftir að horfa til, og við ætlum að reyna að búa okkur til svona sameiginlegt málfæri, að Dalabyggð er svolítið svona stjórnsýslulegt heiti, eins og bara mörg önnur sveitarfélög eru með. Við ætlum að reyna að bara nálgast þetta alltaf sem Dalina og tala jákvætt, reyna að vera uppbyggileg í tali og minnast daglega með einhverjum hætti á eiginleikasvæðisins, og þá var það landgæðin, og tengja á allt í texta og tali lífgæði og landgæði og við þá lífsgæðin. Þannig að þetta skiptir allt máli. Og svo er forsendur sem við erum með á bakvið þetta, og ákveðin lykilorð sem við erum að reyna að tilengja okkur og reyna að sá þessum fræjum innan okkar raða. Og hvað eru sameinandi eiginleikar, útskýra þá, landbúnaður, víkingar. Við vitum það að, eins og Einar Kárason hefur sagt, að sennilega eru alla Íslendingasögurnar skrifaðar í Dölum. Er ekki satt, Siri? Samanber það sem Einar Kára sagði okkur í Landnámssetrinu. Og þetta innprentaðist í hausinn á mér, þannig að hvað sem ég kem og tala Íslendingasögurnar, þá eru þetta skrifaðar í Dölum. Hvaða saga svo sem það er, sko. Og Sunnlendingar kannski ekki allir sammála mér. Og síðan er það er ýmislegt í Dölum sem að er þess virði að skoða og kynna sér, en við þurfum líka að passa okkur á að taka vel á móti fólki, starfsfólki líka í ferðaiðnaðinum, og við erum svo lánsöm að það hafa erlendir starfsmenn ferðaþjónustu sér stað og eru með þess að byrja að byggja íbúðarhúsnæði í Búðardal. Mér er í fersku minni á 17. júní, þá var í fyrra vorum við með fjallkonuna sem er akkurat að fara að byggja sér hús, en byrjaði sem starfsmaður í ferðaþjónustu og er starfsmaður í ferðaþjónustu ennþá, en er algjörlega orðinn inngiltur íbúi í Dölum, svo sannarlega, og hennar fólk, sko. Þannig að við erum með svona alls konar, þetta er verkfærakistan okkar í orðsins fyllstu merkingu sem við erum búin að byggja upp og erum að reyna að temja okkur að nota þau verkfæri sem við erum með þarna, og akkur þetta vingjandi og bjóðandi, fagnandi, hvetjandi. Dalendur eru miðjar, ósveikin, stoltur og upplýsandi, hjálplegur, háttvís og aðhljóðandi. Þannig að við langaði svona bara að segja ykkur frá, og svo erum við að nota yrkjummerkið og ætlum að gera það í ríkara mæli á komandi tímum. En bara takk fyrir að fá að vera með og taka þátt í þessu samtali, og verið gaman að taka spjallið á eftir,
Ég er auðvitað langt fram yfir tíman, en bara kærar þakkir og tökum spjallið allir. Takk fyrir þetta, Bjarki. Ég var nú svo heppinn að fá að vinna með þessu vinnuhóp og maður fekk mikið af góðum hugmyndum og eins og Bjarki segir, ég held að þetta sé eitthvað sem að flest sveitarfélög ættu að horfa til, að horfa aðeins inn á við og hvernig við getum svona bætt ímyndina inn á við. En við ætlum að fá eina smásögu og það er annar dalamaður, nýr dalamaður sem ætlar að koma hérna og segja okkur frá því hvernig upplifun hans var að flytja í dalina. Hann heitir Atli Freyr og býr á Eiríksstöðum og skulum hlýða á hann. Góðan dag, ég heiti Atli Freyr Guðmundsson og ég er einn af þeim fjórum sem að sér að reka Eiríksstaði, lítið ferðaþjónustufyrirtæki út á Vesturlandi þar sem að við erum með bara torfbæ og við tökum við gestum og við bjóðum inn til okkar og við segjum þeim frá aðalega Eiríki Rauða og síni hans Leifi Heppna en svona, já, hversdags hlutum í lífi landnámsfólks og víkinga og svona fræðilegum sögu Íslands og ég sem sagt flutti í dalina í Búðardal í september í fyrra og þá var það sem var mikilvægast fyrir mig var staðsetningin að geta flutt út á land til þess að sjá fyrirtækið skiptir svolítið miklu máli. Ég bjó í bænum fyrir þetta og það var alltaf á sumurinn að keyra vestur í Dali var 2 klukkutíma keyrsla oft í viku. Það er miklu þægilega að búa bara hérna og geta séð staðinn bara svona í útköllum bara þess vegna sko. Það er ekkert að skutlast einhverja 2 klukkutíma í hvert skipti. Ég fékk húsnæði hérna bara svona, eiginlega strax eftir 3 hæða hús með 4 herbergi og það sem skipti það með svolítið miklu máli þarna fyrir mig var að þá gæti ég leigt út herbergin hjá mér mögulega ef það styrkti fyrir starfsfólki sem væri þá að vinna á Eiríksstöðum. Það hefur stundum verið svolítið vandamál hjá okkur. Þannig að þetta leysir húsnæðismáli fyrir mig og fyrir starfsmönnum okkar ef við getum boðið upp á þakkir. En Eiríksstaðir voru bara, það var svona eiginlega draumur í dós fyrir mig. Ég hef búin að vera víkingur í mörg ár, búin að vera skilmast og skjóta boga og alls konar skemmtilega hluti bara, síðan ég var 18 eða 19. Þannig að þegar ég byrjaði að vinna á Eiríksstöðum þá var það náttúrulega bara, það var eins og bara sér hannað starf fyrir mig. Þannig að mér fannst það rosalega gott að geta farið hingað til þess að starfa við þetta og þetta er svona bara hobby sem að vindur upp á sig og svona allt í einu núna þá er ég farin að sjá lítinn torfbæ og halda víkingahátíðir og alls konar. Þetta er alveg rosalega skemmtilegt. Það sem kom mest á óvart við flutninginn er kannski bara hversu mikið fólk tekur manni bara svona opnum örmum hérna. Ég hef ekkert átt erfitt félagslega þannig lagað. Tók bara eitthvað smá eðlilegan tíma að detta inn í þetta allt. En það sem er kannski erfiðast við að vera hérna út á landi er einmitt það að ég er á rafmagnsbíl og hann er ekkert með rosalega stóran tank og rafmagnsbíl út á landi allavega eins og hann er verið að svolítið vinna í þessu hérna og auka framboðið á þessu rafhleðslu stöðum hér og fleira en daginn þá lendi ég bara í því að það er einhver sem býr 40 mínútur í burtu og ég gat ekki komist þangað af því að bíllinn minn hann
drífur ekki nema klukkutíma, þannig að þetta hefur verið 40 mínútur þangað, keyra tilbaka í 20 mínútur og bara stopp. Þannig að þetta er svona kannski bara það helsta sem svona aftrar mér persónulega við það að flytja út á land og vera hérna. Ég þarf bara að þetta nýja bíl, bara einfaldlega það. En ég held einmitt að framtíðin hjá okkur í ferðaþjónustunni sé bara svona frekar björt. Það sé bara svolítið skemmtilegt ár framöndan að þó hjá okkur á Eiríksstöðum. Það er fullt af verkefnum sem við erum að vinna í nýjungar og fólk sem við erum að bjóða til okkar og fá til okkar og ég held að þetta verði bara svolítið skemmtilegt. Það var miklu þægilega að sjá þetta allt þegar ég er komin hérna sjálfur út á land. Það þarf ekki að vera skuttlast eins mikið fram og tilbaka. Já, ég held að þetta verði bara rosalega skemmtilegt sumar. Takk alveg fyrir mig. Já, ætli allir sé sá sem keypti síðast hús í dögunum, eða? Það með þeim síðustu. Já. Nú ætla Margrét Björk að koma hérna upp og kynna fyrir okkur niðurstöður úr smá könnun sem hún var að gera. Komið sæl. Gaman að sjá okkur hér. Mér langar til þess að segja ykkur aðeins frá hönnun sem við sendum út og er kannski ástæða þess að við völdum okkur þetta viðfangsefni fyrir þetta málþing. En við sendum út til ferðaþjónustuaðila sem starfa á Vesturlandi hönnun í mars þar sem við vorum að spyrja það ýmislegt sem að við kemur búsetu starfsfólks og bara hvaða væntingar fyrirtækin hafa til framtíðar þróun og annað slíkt. Við sendum þetta út á póstlistan okkar sem er með tæplega 300 póstföngum en við fengum bara 42 svör tilbaka og við vildum nú mjög gjarnan að ferðaþjónustan væri duglegri að svara okkur en það kemur vonandi. En þetta voru samt svör frá öllum svæðum þannig að við þurfum náttúrulega bara að taka því eins og það er og þessi niðurstaða er samt góð vísbending það hvernig staðan er á svæðanum þó svo þetta sé ekki kannski þannig skoðanakönnun að sé að þetta taka allt mjög bókstaflega en þetta gefur okkur samt í kynna hvað fólk er að hugsa út á svæðanum. En til þess að við tryggja það að þekking okkar og skoðanir sem að erum að unnum þessar skoðanakönnun væri kannski ekki að lita niðurstöðuna þá einmitt segi ég svona eins og Bjarki að það er svolítið gott að vera komið svona aðstoð frá gervigreindinni og við pröfuðum að taka það og biðja gervigreindina að vinna bara niðurstöður úr þessari könnun fyrir okkur og það var gert með því að taka bara svörin beint út úr spurningaforritinu sem var sendt rafrænt út í Excel-skjali, hlaðin í gervigreindina og biðja gervigreindina að vinna niðurstöður, skoða spurningar og svör og vinna niðurstöður út úr könnunni. Þannig að þessi greining er unnin alfarið af gervigreindinni, það er gervigreindin sem að tók síðan út spurningarnar og greindi niður bæði á svæðin okkar, ferðasvæðin sem við vinnum með, það er Hvalfjarðarsvæði, Borgarfjarðarsvæði, Snæfellsnes og Dali og eins létum við greina sérstaklega þá með tilliti til þess hvort það er þéttbýli eða dreifbýli. Síðan baði ég gervigreindina að taka og gera draga saman helstu niðurstöður og úr þessu niðurstöðum vann gervigreindin svo þessa kynningu sem ég var að flytja hér og gaf mér þennan texta sem ég ætla að lesa fyrir ykkur þannig að ég var ekkert í þessu ég bara er að segja ykkur hvað gervigreindin fannst þessu skoðanakönnun. En niðurstaðar
Það sem að hún dró saman í helstu niðurstöður, sett hún upp í þessa flokka. Það var starfsmannafjöldi og væntingar, það var búseta starfsfólks, það var húsnæðismál og aðstoð við öflun húsnæðis og svo uppbyggingarþörf á húsnæðisformum. Ferðaþjónustufyrirtæki Vesturlandi lýsa almenn stöðuleika í fjölda starfsfólk, bæði við vetrar- og sumartímann. Vísbendingar eru þó vöxt, sérstaklega við sumartímann hjá meðalstórum og stærri fyrirtækjum og þetta á einkum við á svæðum þar sem ferðaþjónustan hefur vaxið síðustu ár og fyrirtækin sjá tækifæri til að mæta vaxandi eftirspurn. Í vetrarstarfsemi er þróunin hægari en þó má greina aukna bjartsýni meðal fyrirtækja á sumum svæðum. Í dreifbýli kemur fram meiri vilji til fjölgunar starfsfólks en í þéttbýli sem gæti endurspegla sveiflur í aðgengi að vinnuafli og vaxtartækifæri fyrirtækjanna sjálfra. Varðandi búsetu starfsfólks þá eru svör fyrirtækjanna sína fjölbreytt mynstur í tengslu við búsetu starfsfólks á mörgum svæðum, sérstaklega í dreifbýli er algengt að starfsfólk í búsetu sé búsetu á staðnum og sé hluti af nærsamfélaginu. Í þéttbýli og á svæðum sem er í meiri vexti eða með meiri árstíðasveiflu í rekstri eru fleiri fyrirtæki með starfsfólk sem kemur utanfrá, ýmist tímabundið eða til skemmri dagar. Flest fyrirtæki eru með blandaða samsetningu starfsfólks þar sem bæði heimafólk og utanaðkomandi starfsmenn starfa. Þetta kallar á sveigjanleika í ráðningum og aðgengi að húsnæði sem styður bæði langtíma og tímabundna búsetu. Varðandi húsnæðismál og aðstoð við búsetu þá er húsnæðismál einn af þeim þáttum sem virðast hafa hvað mest áhrif á ráðningarmöguleika ferðaþjónustufyrirtækja. Skortur á hentugu húsnæði, bæði heilsárshúsnæði og skammtímahúsnæði, hamla sérstaklega möguleikum til tímabundinna ráðninga yfir álagstíma og dregur líka úr líkum og fastráðningum utan að komandi starfsfólks sem ekki hefur sjálft aðgang að eða er með búsetu á staðnum. Á svæðum þar sem húsnæðisvandi er mestur, til dæmis á Snæfellsnesi og í uppsveitum Borgarfjarðar og almennt í dreifbýli hafa fyrirtæki sjálf gripið til aðgerða og útvegað húsnæði. Á öðru svæðum, til dæmis í Hvalfirði og Dölum, telja fyrirtæki sig annarkvort ekki þurfa að grípa til slíkra lausna eða treysta á starfsfólk búi á nærliggjandi svæðum. Samantekið má segja að það sem húsnæðisskortur er til staðar eru ráðningarmöguleikar lakari og sveigjanleiki fyrirtækja minni. Það sem húsnæðismál eru betur leyst er betri líkur á að fyrirtæki geti ráðið starfsfólk og byggt upp rekstur til lengri tíma. Uppbyggingarþörf og húsnæðisáform. Niðurstöður sýna greinilega þörf á fjölbreyttara húsnæðislausnum, bæði til fastra og tímabundinna búsetu á mörgum svæðum á Vesturlandi. Fyrirtæki í dreifbýli, sérstaklega á Snæfellsnesi og í uppsveitum Borgarfjarðar, lýsa sérstaklega þörf fyrir sveigjanlegt úrræði þar sem hefðbundin húsnæðismarkaður stendur ekki undir þörfum fyrirtækjanna, hvorki varðandi húsnæði fyrir tímabundið vinnuafl eða heilsársíbúðarhúsnæði til fastra búsetu. Algengustu lausnir sem nefndar eru smáhýsi bæði til skemmri og lengri tíma, stakar íbúður og stærri íbúðarhúsnæði fyrir pör og fjölskyldur, íbúður í þéttbýli og íbúðarkjarnar og herbergjalausnir fyrir tímabundna dvalarstarsmenn. Fyrirtæki vilja að húsnæði sé nálægt starfsvettvangi til að tryggja að greiðan aðgang að vinnustað og auka líkur á að starfsfólk vilji setjast á starfsvæðinu. Í dreifbýli er bæði áhersla á lausnir fyrir fyrirtækin geta komið upp sjálf eða í samstarfi önnur fyrirtæki, leigufélög og sveitarfélög, þar sem framboð á almennum leigumarkaði er lítið sem ekkert. Og þá var það þetta sem við báðum gerðum greindin að gera, það var að taka all svörin úr spurningunum og bera þau saman því að upp á spurningin var, að því að þetta átti að vera svona nafnleynd yfir þessari spurningakönnun, það átti ekki að vera að rekja svörin til einstaklega fyrirtækja, en fyrirtækjum voru beðin að merkja við í hvaða póstnúmeru þau störfuðu. Og þar af leiðandi gátum við tekið þær upplýsingar sem grunngögn og flokkað niður póstnúmerinn, eins og þið sjáum kannski hérna á töflunni, þá gerði gerðurgerndi þetta. Hún tók póstnúmer og flokkaði, setti þið niður á svæði og flokkaði svo hvort það var dreifbýli eða þéttbýli. Og síðan tók hún svörin við öllum spurningunum og greindi samkvæmt þessari flokkun
Þannig að hún gaf okkur greiningu þá fyrir hvert svæði annars vegar og hins vegar fyrir fyrir þéttbýli og dreifbýli. Og þá ætla ég að fara yfir hvað kom út úr þessu varðandi svæði. Það er á Hvalfjarðarsvæði, það er starfsmannafjöldi og væntingar, staða einkennist af stöðugleika, sérstaklega hjá minni ferðaþjónustufyrirtækjum, en stærri fyrirtæki lýsa þó væntingum vöxt einkum yfir sumartímann. Þetta endurspeglar líklega að stærri aðilar sjái tækifæri í að nýta nálægði höfuðborgarsvæði og vaxandi ferðamannastraum á svæðið. Búseta starfsfólk, flest fyrirtæki treysta á að starfsfólk búi sjálft á svæðinu eða á nærliggjandi þéttbýlissvæðum og komi daglega eða tímabundið til starfa. Þetta gæti tengst samgöngum og aðgengi að vinnuafli frá nágrannasvæðum þar sem stór þéttbýli eru með ýmsar íbúðalausnir. Húsnæðismál og aðstoð við búsetu, þar er skortur á húsnæði hefur lítil áhrif á rekstur eða ráðningar. Fyrirtæki sjá almennt ekki ástæðu til að útvega starfsfólki húsnæði og telja að húsnæðisframboð sé nægilegt eða starfsfólk sæki vinnu á svæði annars staðar frá. Og uppbyggingaform og húsnæðis áform. Engin afgerandi þörf greindist fyrir nýjar húsnæðislausnir, fyrirtæki telja að leiguhúsnæði eða íbúðir á almennu markaði dugi og ekki komið fram sérstök eftirspurn eftir smáhúsum eða sérhæfðum úrræðum. Og þarna verðum við líka að horfa til þess að það er náttúrulega mismunandi mikil ferðaþjónusta inn á hverju svæði og við erum kannski með mismörg líka svör inn á svæðunum. Þannig að gervigreindin hún tekur þetta bara holt og bolt og nýtir bara þau svör sem hún fékk til þess að vinna úr almenna greiningu. Borgarfjarðarsvæðið, starfsmannafjöldi og væntingar, framtíðarsýn fyrirtækja fjölbreytt, sum gera ráð fyrir vexti, sérstaklega í sumarið, en önnur sjá fyrir sér óbreytta starfsmannafjölda. Þetta gæti bent í mismunandi aðstæðna á milli byggðasvæða og stærðar fyrirtækja. Búseta starfsfólks, algengast er að meirihluti starfsfólks búi á svæðinu, þó sum fyrirtæki ráði starfsfólk sem býr utan héraðs. Þetta bendir til að nokkuð jafnvægi sé á framboði vinnuafls á staðnum þó áskoranir séu einnig til staðar að útvega starfsfólki húsnæði á álagstímum. Húsnæðismál og aðstoð við búsetu. Húsnæðisskortur hefur teljandi áhrif, einhver tímabundnar ráðningar yfir háan en einnig þegar kemur að fastráðningum og heilsársbúsetu starfsfólk. Sum fyrirtæki aðstoð við húsnæði og kalla eftir úrbótum, einkum handa sveigjanlegar lausnir fyrir árstíðabundi starfsfólk. Uppbyggingarþörf og húsnæðisáform, mikil eftirspurn eftir fjölbreyttum lausnum, smáhúsum, íbúðum í þéttbýli, leiguhúsnæði og jafnvel litlum íbúðakjörnum. Fyrirtæki vilja að húsnæði sé nálægt starfseminu og telja slíkt lykilatriði í ráðningum og þjónustu. Og þá er það Snæfellsnes og það gervigreindin sem setur alltaf svæði það náttúrulega, þetta því ég bað hann að greina ferðasvæði. Starfsmannafjöldi og væntingar, þó mörg fyrirtæki séu stöðug að stærð eru vísbendingunum vöxt með meðalstórum aðilum einkum yfir sumartímann. Þetta bendir til að ferðaþjónustan sé að styrkjast á svæðinu og fyrirtæki búi sig undir að mæta vaxandi eftirspurn. Búseta starfsfólks, flest fyrirtæki eru með starfsfólk sem býr á svæðinu en margir reiða sig þó einnig á starfsfólk sem kemur utanfrá sem krefst tímabundinna búsetuúrræða. Þessi tvískipting kallar á sveigjanleika í ráðningum og húsnæðismálum en skýrt kemur fram að það sé mikil áskorun að fá húsnæði fyrir starfsfólk, hvort heldur sem er fyrir skammtímaráðningar eða fyrir fasta búsetu. Húsnæðismál og aðstoð við búsetu. Hér kemur skýrast fram skortur á húsnæði er hamlandi þáttur fyrir rekstur sérstaklega yfir háan. Mörg fyrirtæki hafa þegar gripið til aðgerða og útvega starfsfólki húsnæði sjálf. Þörf er á bæði varanlegu og tímabundnu húsnæði. Uppbyggingarþörf og húsnæðisáform. Starfsmannahúsnæði þarf að vera nálægt vinnustað og fyrirtæki kalla eftir fjölbreyttum úrræðum, smáhúsum, íbúðum, fjölskylduhúsnæði, herbergjalausnum og íbúðakjörnum. Mikil áhersla er á að lausnir henti bæði einstaklingum og fjölskyldufólki til skamms og langs tíma. Þá eru dalirnir. Starfsmannafjöldi og væntingar. Starfsmannafjöldi er stöðugur, ekki er áform stækkun starfsemi í bráð. Flest fyrirtæki eru lítil, rekin eigendum og treysta á heimafólk í störf.
Búseta starfsfólk er nánast alfarið búsett á svæðinu, þetta dregur og þörf fyrir að utanaðkomandi vinnuafl og húsnæðislausnir. Húsnæðismál og aðstoð við búsetu. Flest fyrirtæki sjá ekki húsnæðiskort sem vandamál og eru ekki að útvega húsnæði fyrir starfsfólk. Þar sem starfsfólki er oft hluti af samfélaginu leysa þessi mál innan staðbundinna tengsla og heimila. Uppbyggingarform, þörf og húsnæðisáform. Lítil eftirspurn eftir nýju húsnæði fyrir starfsfólk í ferðaþjónustu en ef einhver þörf er beinist hún að einföldum úrræðum eins og smáhúsum fyrir tímabundið starfsfólk. Og þetta var þá ferðasvæðin okkar og þá er það byggðasvæðin, það er þéttbýli og dreifbýli. Samkvæmt greiningu gerðargreindarinnar þá er þetta greiningi fyrir þéttbýlið. Starfsmannafjöldi og væntingar, stöðugleiki ríkir en meðal og stærri fyrirtæki lýsa auknum þörfum fyrir fleira starfsfólki við sumartíma. Vöxtur er líklegur hjá fyrirtækjum með aðgang að sterkum innviðum og vinnumarkaði innan þéttbýlis. Búseta starfsfólk kemur bæði frá svæðinu og utan þess. Algengt er að fyrirtæki hafi blandað að hópa og þurfi sveigjanleika í húsnæðismálum til að mæta breytilegri þörf yfir árið. Húsnæðismál og aðstoð við búsetu, skortur og húsnæði hefur áhrif, einkum á árstíðabundnar ráðningar. Sum fyrirtæki aðstoða starfsfólk en almennt er meira framboð af íbúðarhúsnæði til staðar í þéttbýlinu en í dreifbýlinu. Uppbyggingarþörf og húsnæðisáform. Fyrirtæki kalla eftir fjölbreyttum úrræðum, íbúðum í þéttbýli, smáhúsum og almennu leiguhúsnæði. Áhersla er á nálægri starfsemi og lausnir sem henta bæði einstaklingum og fjölskyldum. Og þá er það dreifbýlið, starfsmannafjöldi og væntingar. Stöðugleiki er ráðandi en þó vísbendingar vöxt meðal stærri fyrirtækja sem sjá tækifæri til að byggja upp viðbragðsgetu og bjóða aukna þjónustu aðallega háan. Búseta starfsfólk, sterk tenging við heimafólk og staðbundið samfélög þar sem starfsfólk býr oft í námunda við vinnustæðin. Sum fyrirtæki eru með allt starfsfólk búsett í nágrenni starfsemina og jafnvel í húsnæðislausnum innan veggja ferðaþjónustunnar. Húsnæðismál og aðstoð við búsetu. Húsnæðisskortur veldur verulegum áskorunum í dreifbýli, sérstaklega við tímabundnar ráðningar, en einnig kemur fram að ekki er nægt framboð á heilsárshúsnæði fyrir fólk sem vil setjast á staðarsvæðinu. Mörg fyrirtæki þurfa að útbúa og útvega húsnæði sjálf þar sem framboð á almennum markaði er mjög takmarkað eða ekkert. Uppbyggingarþörf og húsnæðisáform. Þörf er á fjölbreyttum sveigjanlegum húsnæðislausnum, smáhúsum, stökum íbúðum og herbergjalausnum, jafnframt er kallað eftir varanlegu húsnæði fyrir fastráðið starfsfólk og fjölskyldur sem vilja setjast að. Og síðan dregur gervigreindin saman niðurstöðu spurningakönnunnar benda til þess að ferðaþjónusta á Vesturlandi sé víða í stöðugri þróun og vexti en framtíðarvöxtur og geta fyrirtækjanna til að manna störf, sérstaklega yfir álagstíma, er háð því að skýr og markviss úrræði í húsnæðismálum séu til staðar. Þörfin fyrir fjölbreytt húsnæði, sveigjanleiki framboði og samvinnu fyrirtækja, sveitarfélaga og opinberra aðila til að styðja við þróun atvinnugreinarinnar og stuðla að þjónustu og gæðum sem mæta eftirspurn og laða til okkar mannauð í ferðaþjónustu til framtíðar. Svo mörg voru þau orð og alvitur vinkonu mín biður bara hella að heilsa inn á fundin. Takk fyrir þetta, Margrét. Þá erum við með 2 stutt myndbönd frá Snæfellsnesinu í lokin. Við ætlum að fá að heyra frá 2 fyrirtækjum þar. Við ætlum að byrja á að heyra sögu frá Hótel Búðum og þau ætla að lýsa svona helstu áskorunum í því að reka fyrirtæki á Búðum og Snæfellsnesi. Fyrir þessu vel. Ég heiti Veronika og er hótelstjóra á Hótel Búðum. Hef búið á Snæfellsnesi, í Snæfellsbæ í Ólafsvík síðustu 15 ár og er búin að vinna á Hótel Búðum cirka 11 ár.
Hótel Búðir einstakt sögufrægt 49 herbergja hótel á Snæfellsnesi, vinsælt fyrir brúðkaup, hópa og náttúruunnendur. Hótel opið allt árið í kring en háannatími yfir sumarmánuðirnar. Aðgengi að vörum og þjónustu eru helstu áskoranir. Einnig erfitt að finna og halda gott starfsfólk þar sem fólk þarf sérstaklega að flytja til að vinna á hótelbúðum. Það eru cirka 20 starfsmenn af veturnar en 40 yfir sumartíma. Við erum nokkur, eða cirka 10 til 12 sem búum í nágrenninu og einu sinni fjölskyldu en annars fólk sem kemur að utan bara til að vinna. Við fáum fullt af 12% senda þar sem fólk að leita sér vinnu og svo auðvitað fólk sem kemur aftur, fann hjá okkur í nokkra mánuði og vill koma aftur. Við höfum útvegað starfsfólki okkar húsnæði, við eigum 2 hús í Ólafsvík en áfram áskorun að finna gott húsnæði og nægt húsnæði fyrir alla sem við læna yfir sumartímann þar sem flestir flytja bara í 6 mánuði til að vinna og þurfa þá hjálp við að finna sér húsnæði. Þjónusta yfir Flóaheiði mátti vera betri, sérstaklega á veturnar. Það ekki mokað á laugardögum og það hefur verið erfitt fyrir okkur þar sem starfsmenn okkar keyra daglega að tvisvar á dag yfir heiðina. Það krefjandi fyrir okkur þar sem hótel eru opið alla daga í viku. Takk fyrir verulegum fyrir þetta. Nú ætlum við að færa ykkur yfir á Langaholti og það er Sigur og Sunna sem ætlar að segja ykkur aðeins frá því. Ég heiti Sigur og Sunna og hótelstjóri á Langaholti. Ég á 3 stelpur sem eru klára leikskóla og í grunnskólanum á Lýðsváli. Hótel Langaholt á Sunnanverðu Snæfellsnesi, fjölskyldureiki og búið að vera starfrækt síðan 78. Í dag seljum við 37 herbergi. Það 9 hóla gólfvöllur hérna í kringum okkur, veitingastað og á sumrin tjaldsvæði fyrir hérna með Jökulárnar, með Snæfellsjökul og bara massa fjallgarðinu við hliðina á okkur og Miklaná og Kríu og ekki gefa við. Við erum með, á veturnar erum við með aðeins minni starfsmenn á sumrin. Við erum með svona 9 til 11 á veturnar og á sumrin erum við hátt til. Við erum eitt starfsmannahús sem að tekur 9 manns og svoleiðis. Svo hefur við verið mjög lánsöm að fólk hefur búið á svæðinu sem það er að fara í heim. Við erum ekki svona hýsalla. Það er mikið bústarspil að koma starfsmenn og þeir. Já, ég myndi segja það. Það hafi verið alveg komið spurning það hvort það sé alveg en það við gætum mjög fjölskyldufólk þegar það væri einhver aðstæða fyrir það eins og ég meina fólk langar að búa hérna lengur en það er bara komið svolítið nóg þegar búið starfsmannaðstöðu 2-3 ár og það fyrir að finna sér eitthvað. Ég myndi segja að skipti mjög miklu máli bara fyrir okkur og alla sem eru með fyrirtæki á þessu svæði og samfélagi líka, eins og skólan og leikskólan, að við getum boðið upp og að fólk búið upp starf. Það er svona pínur rættur það að skólan okkar fyrir þetta eigi út að búa langan tíma, af því að það er bara ekki neitt húsnæði neitt fyrir fólk að koma sér til stað.
íbúðarhúsum eða einhverjum stað sem fólk getur komið og búið og haldið áfram að lifa í samfélagi. Ég er sem sagt í býðna með 3 dætur mínum og eldböndin mín hafa sem sagt fengið að fara í leikskóla og í skóla og eru sem sagt grunnskóla í Lýsóli og yngsta er búin í leikskólan og er sem sagt í 1. bekk. Draumurinn okkar er að setjast að hérna en eins og er það ekki í boði af því að það vantar húsnæði. Það vantar stað fyrir okkur til að búa á. Við getum ekki búið á heimili neins þess vegna. Þó að maður horfir á marga bæi sem eru hálftómir en eru liðið út í eitthvað annað. Sem manni finnst pínu sárt að horfa upp á þegar að það er, maður veit að það er fólk sem vil búa í sveitunum með börn og annað sem vil halda áfram og taka þátt í samfélaginu og koma þessu samfélagi, þessu eigandi samfélag. Það er ekki fjölskyldu fólk er ekki komin í samfélag sem það getur ekki treyst á það þessu skólaganga eða leikskólaganga. Og ef við unga fólki og eldra fólki sem er eignarspöðn og vilja eignarspöðn og vilja búið í sveit, ef að þau eru ekki koma nýja að það sé að koma íbúðir eða einhver lausn fyrir það að það verði húsnæðina, þá koma þau ekki. Já, takk fyrir þetta. Nú ætlum við að skella okkur yfir í pallboðsumræður og ég ætla að fá hérna 4 aðila upp á svið hjá okkur. Það fá hana Þorbjörgu og hann Kristinn í Snæfellsbæ, Björn Bjarga í Dalabyggð og Guðveigur, forseta sveitarstjórnar í Borgarbyggð. Ágrunnu. Við erum með í streymi, þannig að við þurfum að tala svolítið skýrt inn uppi, látum mækin ganga á milli og þið með að koma spurningar. Það voru með orðið á milli ykkar. Bara við að snæðist þessu saman. Jú. Bara fram. Já, skýrstungina. Heyrðu, ég ætla að opna fyrir umræður, en mér langar kannski fyrst áður en við opnum fyrir umræður að koma svona, eins og ég sagði upp að við var hugmyndin að aðeins að sá fræjum hjá okkur og vonast til þið myndu taka ykkur hugmyndir og mér langar þá bara aðeins að fá frá okkur, er ykkur nýjar hugmyndir búin að vakna eða er eitthvað sem er ekki komið fram henni í dag sem ykkur langar svona að segja hvað þið er að gera ykkur sveitarfélagi? Byrjum við að skita. Það er kannski bara það að við sem samfélag erum alltaf að reyna að tryggja það að öll þau fyrirtæki sem er í samfélaginu okkar blómstri sem best. Og hvað gerum við til þess að við ætlum að, eins og kom hér ákveðla fram hér í síðasta innslaginu, að það þarf að vera góðir innviðir, þannig fólk vil búa. Það sé algjör frumforsenda, ef að innviðin er ekki í lagi hjá okkur, þá vill enginn vera því að það þarf að vera við, sko, í dag er vinna nr. 5, þegar ég fættist á að vinna nr. 1. Þannig ef það er ekki gaman, ef það er ekki nóg að vera, ef að fólk getur ekki séð að því líði vel inn á svæðinu og fjölskyldunni, þá held ég að það skiptir máli. Þannig ég held að það sé svona nr. 1, að hafa góða innviði. Við þurfum líka að hafa góð fyrirtæki, alveg saman hvort það er í ferðarþjónustu eða annar staðar. Og þar þurfa þau þannig eins og kom hér inn og kom mér nú skemmtilega óvart. Ég vissi ekki að væri til svona, hvað sem að segja, skóli fyrir fyrirtæki sem er í ferðarþjónustu. Ég finnst það bara alveg til fyrirmyndar og ég lærið það allavega hér í dag. Ég geti talað hér mjög lengi þannig ég ætla Kristján minn ekki að en þetta er ég sé grundvallarforsendana að góðir innviðir og við höfum lagt áherslu á það í Snæfellsbæ og ég hef sagt það og þegar þekki nú margir vinur minn Óla Sveinsson, hann held ég væri orðinn ruglaður. Ég sagði að mín stærsta uppgötvun sem framkvæmdastjóri sveitarfélags var það að menningar og listi skipta miklu máli fyrir samfélag. Ef það er ekki til staðar, og þá er ég að tala þessu víðustu merkingu, þá vantar svo margt inn í samfélagi. Af því að eins og ég segi, fólk er ekki bara að vera í samfélagum bara til að vinna. Það vill líka lifa og njóta. Það er alltaf að breytast.
Varðandi húsnæðismálin svo að tala hvað getum við gert. Við þurfum alltaf bara að reyna að hafa þá öflug fyrirtæki sem vilja þá byggja húsnæði fyrir fólk og það öflugt samfélag að það geti þá leigt það húsnæði sem byggt En nú í bili hjá mér. Það bara ganga. Já, ég get tekið undir með Kitta með þetta að það þarf góða innviði og það þarf góða leikskóla og góða skóla og það þarf að leggja áherslu á það að þessi skólar eru að takast á við það að vera með þetta er rauninni fjölþjóðlegu skólar og það var gríðarlega áskorun hjá okkur fyrir austan, það var að fá starfsfólk í þessa skóla sem talaði íslensku af því það er nú einu svona þannig að maður heyrði í byrjun, það er bara fínt fyrir þessi erlendu íbúa að fara að vinna á leikskólinu og þá læra þeir íslensku en það er nú bara þannig að það er við fullorðnu fólki sem eigum að kenna börnunum að tala en ekki öfugt og maður upplýði svo sterkt einmitt þegar maður var komin í leikskóluna hvað tungumáli er gríðarlega mikilvægt stjórnunartæki þannig að þess að ég bara nefnt dæmi þar sem ég kem inn og ég sé að starfsmaður situr á gólfinu með börn í kringu sig og reyna að lesa bók fyrir þau og þau eru svona út allt og gekk misjafnlega að halda þeim rólegum þar fyrir barnið fyrir glugga klifur upp fyrir glugga og ef að viðkomandi hefði geta sagt Kristján, þú mátt ekki verið upp í glugganum settu fótinn niður á stólinn komdu svo niður á gólf og komdu til mín þá hefði barnið tengt hvað það ætti að gera en ekki hvað það mætti ekki gera í staðinn þegar starfsmaður reynir á einhvern bjagar íslenska að segja ekki má gera svona hann fær ekki skilaboð það hvað hann á að gera en þetta er náttúrulega bara það sem við búum öll við þegar við erum að reyna að læra nýtt tungumál þá er orðaforðin mjög takmarkaður og þess vegna er það svo mikilvægt einmitt að við fá fólk í þessi störf hjá opinberum stofnunum sem talar góða íslensku og skrifar góða íslensku en svo kannski annað sem má nefna sem ég kom ekki inn á því maður getur ekki maður langar að tala þetta allt en maður reyna að afmarka sér niður og það er líka óþolið hjá þeim sem eru fyrir þegar að íbúar sem eru fyrir á staðnum eru orðið miklu minnihluta og bara eins og í Vík þá er þetta bara orðið eitt stórt partí það er verslunin er löngu sprungin úrval í verslunina áskorun sem að auðvitað maður finnur alveg fyrir að það er svona peningur hann var svolítið vaxandi fyrir COVID maður fann það en þegar að COVID skall á og allt lokaði þá áttuðu menn sig á því hversu mikilvæg ferðaþjónustan var okkur og menn fóru bara svona að hugsa hvar væri við og maður ekki og það sáu það allir að hver súsviðismynd hefði verið þannig að ég held að hvernig sem við tæklum þetta við þurfum bara að gera þetta vel en þetta er komið til að vera og er held ég bara það sem við þurftum á að halda því að áður fyrir var það bara ef útgerðin gekk ekki vel þá gekk einhver vel en nú er það bara fleiri ekki í korfi Já, takk fyrir þetta Já, þú spyr hvað sveitarfélagin sé að gera og ég held að sé meitt bara eins og það hefur komið inn á hérna það er mjög mikilvægt að sveitarfélagin skapi bara góð búsetu skilyrði hvort sem það er fyrir fyrirtæki eða íbúa til þess að laða að og það verðum við að gera svona innan þeirra lögsögu sem við höfum og hérna varandi þetta sveita sem við erum í núna Borgarbyggð sem að ég býi að þá höfum við náttúrulega bara verið að miða því svolítið að fjölga bæði atvinnulóðum og íbúalóðum og fjölbreyttum íbúalóðum. Við erum svona bara að styrkja þessa innviði, bara til dæmis bara það sem kemur að þessum svæði sem er gólvöllurinn og annað sem er bara hluti að ferðaþjónustu og við íþróttamannvirkja og annað sem við eigum uppbyggingu íþróttamannvirkja að vera með góða skóla, grunnskóla og annað og sundlegar og annað og þetta er það sem er svona heyrir undir okkar lögsögu og svo erum við náttúrulega bara öll sveitafélögin á landinu og náttúrulega Vesturlandi hér líka að taka þátt í alls konar verkefnum eins og með SSF og markastofuna annað til þess að efla og koma úr þeirri átt að því að styðja við ferðaþjónustufyrirtækin. Það sem að ég kannski heyri bara líka því að ég reyndar sjálf kemur sem geira og hef unnið mest lunga á mínu lífi í ferðaþjónustu að það er þessi áskorun sem tengist því og er náttúrulega ekki bara íslenskt fyrirbæri og það er það að ferðaþjónustan er náttúrulega seasonal og hún er það allan heim og eins og kom fram í þessum myndböndum hérna líka að þá er það náttúrulega þannig að fyrirtækin eru ekki með sömu mönnun allt árið þannig að það er ekki consistency í starfsmannahaldinu allt árið kring og ferðaþjónustan er eðli máls samkvæmt að reyna að draga saman á veturnar
og það bara áskorun hvernig ætlar að bregðast við því hvort sem í ferðaþjónustu eða öðrum geirum þegar þú ert bara með fólk sem þarf húsnæði bara svona lítinn hluta úr ári. Það einn hópur og svo það hinn hópurinn sem fólk sem bara komið til þess að vera allt árið og vil setjast mögulega að, og mér finnst bara, ég verð að segja hérna því ég fylgist nú með bara svolítið starfsmannahópnum hérna í okkar sveitarfélagi, mér finnst það bara fjölga þeim starfsmönnum hér eins og bara ég starfaði nú hér á þessu hóteli sem bara fólk sem búið að setjast hér að og hérna bara farið að taka þátt í samfélaginu og maður mætið inn í íþróttahúsi í ræktinni eða í spinning eða hvað það er. En ég held að mér heyrist nú hérna að sko Maggi þurfi nú bara að fara að skipuleggja lóðir í Böðvarsholti fyrir starfsfólki í staðasveitinni. Ég held að þetta beinist nú bara beint til hennar það ekki. Af því að ég segja sem fyrir Kidda í Snæfellsbæ að það ekkert einfalt, þetta allt engalönd og lóðir þarna og það eitthvað sem sveitarfélagin get ekki ráðist inn og sagt bara hefðu einhvers staðar farið á skipulagðu lóðir fyrir ferðaþjónustuna og sveitarfélagin náttúrulega ekki að fara að reka eða leigja út að fara í samkeppni á þessum markaði, þannig að þetta alveg svolítið hérna snúið og áskoran. En ég ætla að láta þetta duga í bili, þú geti hérna tala endalaust þetta. Bjarki, þú komið eitthvað inn í þetta? Ég vonum bara að spá í hvort það eitthvað nýjar hugmyndir eftir daginn og hvort það eitthvað sem... Nei, ég rauninni bara mjög gagnlegt og gott að fá að vera með eins og ég kom inn á en akkurat eins og með hlutverk sveitarfélaganna þá þurfum við að í rauninni vera þessi bakhjarl og þetta þrýstiafl til að mynda talandi ferðaþjónustuna og árstíðaskipti að við þurfum að pöngast í ríkisvaldinu og það að segja vegagerðinni varðandi hérna snjómokstur. Það eitt af því sem við getum lagt lóð á vogaskálar. Talandi matvöruverslanir þá erum við með dýrustu matvöruverslan á landinu í Dölum og hérna náttúrulega bæði fyrir fasta hérna íbúa í Dölum og þá ferðamenn sem kom í gegn skiptir þetta máli og þetta ákveðin ímynd sem að hérna fæst þá af því samfélagi sem að ræða og þá Dölunum í því tilviki og við höfum verið í miklum samskiptum, ekki miklum og góðum, heldur miklum samskiptum við hérna forráðamenn samkaupa vöruverð og vöruúrval einmitt af því að það tekur mið af hérna þörfum hérna ferðamannsins miklu frekar heldur en hérna fastra íbúa. Þannig að það svona sem sveitarfélagi þarf að stíga inn með markvissum hætti talandi hérna einmitt snjómokstur og þessi hagsmunamál þeirra sem að búa í okkar samfélögum og líka sem við viljum laða til okkar samfélag. Það skiptir máli. Eins og veit. Jæja, nú er það hjálpa okkur ekki einhverja spurningar úr sal. Maggi, gjörðu svo vel. Beinti, Kristins, við opnuðum ferðarþjónustufyrirtæki í þínu ferðalagi á síðasta ári og hversu spurning sem þið öll ekki getur svarað ég veit að ríkisstjórnin var að gera eitthvað í þessu, en okkar vandamál þetta við fáum endalaust að frábæra hægur fólki að sækja inn hjá en við getum ekki boðið húsnæði. Eitthvað sem þið gert í sambandi því bíleigur og slíkt sem að taka öll leiguhúsin þess að okkur bauðist húsnæði til leigu 8.000 á milljón mánuði. Það eina sem okkur bauðist og við. Til eitthvað fremst þessu? Já, bara gaman að sjá því svona live. Við tala saman í síma, byrja því og hérna alltaf gaman þegar komin í raðarleginu á Snæfellsnes með ferðaþjónustu. Varðandi sko húsnæðismáli svo að tala akkurat þetta, þá það þannig í okkur að við bönnum sem sagt Airbnb í þéttbýlinu. Það bara bannað. Við leyfum ekki nema í atvinnuhúsnæði sem sagt þá þjónustu hins vegar. Leyfum við í dreifbýlinu eins og Arnarstapa, Hernum, nefnum sem bara sem dæmi, að þar má fólk leigja húsnæði sitt út í Airbnb eða bara í fastarleigu og það vorum við að reyna að gera til þess að reyna að koma til móts við ferðaþjónustuna, til þess að reyna að auka hérna, framboð að fólk sægi sér hagið í að vera með húsnæði til leigu fyrir ferðaþjónustu. En þetta rosaleg áskorun og það það sem svo kom hér inn á að auðvitað við að reyna að horfa í skipulag við til dæmis fyrir ofan hótelbúðir, þar höfum við í Hraunhöfn, þar höfum við skipulagt inn svæði til að fólk geti, eða þess að það væri hægt að byggja þar en það alltaf spurning hver ætlar að gera það og hver sér sig hagið í
að byggja þetta húsnæði. Það er það sem ég held að sé svona stóra vandamáli. Ætlaðu að láta ykkur aðra svara þessari spurningu? Já, ég er bara spurning kannski þvert á sveitarfélögum. Já. Getur ekki bregðast við í umræðinni? Já, sko, eins og hérna fyrir í Vík þá vorum við stoppuðum þetta að verða að breyta íbúðarhúsum í rekstrarhúsnæði sem væri þá rekið allt árið en Airbnb höfum við ekkert brugðist við og erfitt að eiga við það er svo lítið eftirlit með þessu það er þetta sýslumaður sem fylgist með því þannig að það var frekar dregið úr eftirlitinu heldur en hitt sko á þeirri hendi á þeim tíma sem ég var Já, við höfum svo sem tekið í rauninni þá bara línu samband við þessa 90 daga reglu og það er náttúrulega deiliskipulag í rauninni kveður svolítið á það hvers konar starfsemi megi vera í svona ákveðnum hverfum og það er ekki leyft að vera með eins og hér í Borgarbyggð að vera með gisti heimili inn í íbúðahverfi þannig að við tökum svolítið á því þannig en það verður svona kannski bara að segjast að það hefur svo sem ekki verið kannski svona priority, eitthvað svona áskorun fyrir okkur ennþá en hérna löggjafinn hefur náttúrulega verið að vinna með nýja löggjöf varðandi þessa 90 daga reglu sem að er svo sem hérna skipta skoðanir líka. Ekki mikið við þetta að bæta og en sveitarfélög þurfa að marka sér skýra línu en ríkisvaldið þarf líka að leggja línunar og þessi umræða er í gangi akkurat núna og þetta er eina af þessum tillögum það ekki sem að liggja fyrir þannig að það verður mjög áhugavert að sjá hverju framvindur í þeim efnum. Er fleiri spurningar? Aðeins að varðandi ekki til þú að segja hver ætlar að byggja það er alveg ógeðslega dýrt að byggja og bara hver segir sig hagi því Númer 1, 2 og 3 byggingarreglugerðir er náttúrulega allt og stífar þessi vottun og möl og annað sem á fyrir steypu það er sko fullt af bændum sko víðan völd sem eiga steypuferðir en það má ekki nota áreiðarnar það má ekki nota þessa möl það má ekki nota hinum möluna það má það vera vottað og skjaldfest af hverju þegar þessi keypti mér jörð með flottu húsi stendur þetta hús alveg ómálað til 40 og eitthvað ára og sér ekki á steypunni en svo eru sko hús eftir þessum byggingarreglugerðum sem eru sko fylgjur hörmungar aðstæður sem fólk býr við, miklur og allt þetta. Þetta voru bara áreiðarnar sem voru notaðar þetta hús. Af hverju og hvernig getum við, sem samfélag og því kannski, beitt ykkur fyrir því að það verði aðeins slakað á. Sko það kostar jafn mikið að keyra með steypuna inn í dali eins og bara rúmmetri kostar. Eða jafnvel með. Takk fyrir þetta og kannski bæta við þetta, við vorum að ræða þetta upp að við fyrir þetta málþing sko, þessa ábyrgð, hvað hún liggur hún hjá sveitarfélögunum, fyrirtækjunum eða kannski liggur hún bara pínu hjá báðum og eru kannski tækifæri til að fara í samstarf við eins og leigufélög það að sveitarfélög, leigufélög og fyrirtæki fari ekkert samstarf, þannig að kannski bara bæta inn í það. Ég vil setja bregðast við spurningum á Guðrún. Bara takk fyrir Guðrún og Guðrún er einn af þessum hartölu íbúðum í Dalabyggð sem er búin að byggja upp alveg gríðarlega flotta ferðaþjónustu og það er engin svikin að því að fara í matinn í Hörðardal í Dalahættur, bara svo það sé nefnt hér. En þá er ég búin að plugga og en regluverki já, það er eitt af sem við getum sameinast að snúið bökum saman. Við vitum það að byggingarreglugerðin eins og reyndar allt og margar reglugerðir eru orðnar askoti ferkantaðar og stífar. Þetta þarf að vera regluverk en það má öllu það má gera ómikið af öllu en þannig að við þurfum að hjálpast að við það og síðan eru allavega flest sveitarfélög eftir samkvæmt minni vitund í einhvers konar samstarfi og samvinnu með leigufélögunum þessum opinberu leigufélögum, leigufélagi Bríet, leigufélagi Brák og síðan hafa verið stofnuð leigufélög og þessi HSES félög bara á hverju svæði fyrir sig þannig að það er í gangi og það hefur skipt allavega okkur í Dölum miklu máli og leyst allavega svona bráðavanda á ákveðnu leyti en regluverki er eilíðar umræða sem við þurfum að standa saman í. Já, ég er alveg sammála, ég veit ekki hversu oft maður hefur svona rámkvolt augunum yfir einhverju þegar maður er að fundum út af einhverju sem að þarf að vera svona vottað hinsegin og það tefur verkið marga mánuði út af því að þessi gluggi má ekki vera svona og þannig en ég hef svo sem eitthvað faglega forsöndu til þess að fara af stað með einhverja tillögur breytingum í
í þeim efnum, en ég tek bara undir sem Bjarki segir, flest sveitafélög eru í einhvers konar samstarfi við einhver hásins-fyrirtæki og þá er það náttúrulega bara þannig eðli málsins samkvæmt að það er ekki verið að kannski að eyrnamerkja einhver svona verkefni, einhverju sérstakri atvinnugrein. Þú veist, það er bara eins og við þekkjum, það er einhvern veginn þvert á línuna, hefur vantað húsnæði og fjölbreytt húsnæði og það er okkar að tryggja að þú veist að það sé fjölbreyttir möguleikar fyrir framkvæmdaaðila að fara að byggja, en svo er náttúrulega hitt sem að við kannski lítum bara hérna á okkar svæði, þú veist, við erum kannski nokkuð vel sveitið sett, en ég veit alveg að kollega mínir sem eru í sveitarstjórnarmálum kannski lengra út á landi og tölum ekki eins og við erum komin austur sem eiga bara nægt lóðaframbúð og allt svoleiðis, en bara aðgengi að fjármagni er ekki til staðar og bankarnir eru bara hreinlega ekki tilbúnir að lána verktökum til þess að fara í framkvæmdir á ákveðnum svæðum og það er líka bara, það er mjög vont. Já, ég hef svo sem ekki miklu við þetta að bæta. Ég get tekið undir það að regluverkið er orðið þungt og það er orðið kostnaðarsamt. Hins vegar get ég líka sagt að við áttum samstarf bæði við Brák, Bjarg og Bríet og Samtal og það var allstað að tekið vel í það sem við vorum að gera. Þetta voru fjölbýlishús sem við vorum að byggja og þá keyptu þeir ákveðin hluta af íbúðunum og síðan sem voru svo bara leiður út á almennu markaði með ákveðin skilurinn. Já, þetta er mjög góð spurning og en sko í þessu tilfelli er það nú þannig að regluverkið og lagasetningin er að hendi ríkisins og það eru sett að þær kvaðir á til dæmis eins og byggingafulltrúan okkar að fylgja því eftir og ég get bara sagt ykkur það að það eru bara nokkur mál hjá okkur þar sem að það hefur komið fyrir að menn hafa farið í óleyfisframkvæmdir og við ekki vitað af því, farið í alls konar breytingar á húsnæðinu sínu. Síðan hefur viðkomandi selt húsnæðið og síðan kemur í ljós að þær breytingar og lagfæringar sem húsnæðinu voru gerðar voru ekki með þeim hætti sem að eðlilegt getur talist. Og þá hefur fólk komið til okkur og sagt, hvar var nú eftirlitið ykkar? Hvar á ég ekki geta treyst því að þeir byggingarstaðlar sem eru í gangi sé í lagi? Og ég veit allavega tvö dæmi hjá okkur þar sem við sem bara því miður. Þetta hefur aldrei komið, hvorki hefur verið sett framkvæmdarleyfi á þetta eða sótt það. Þannig að viðkomandi gerði þetta í óleyfi og þá spyr fólk sko, hvað á ég þá að gera? Þá segir bara, þú verður þá að reyna að ræða við þann sem seldi þér og þá kemur kannski í ljós að sá sem seldi þér, hann er komin á hausinn. Þannig að þetta er svolítið erfitt, þannig að ég er alveg sammála, mér finnst sjálfum og ef ég tala bara svona persónlega, þá finnst mér þessi reglugerða dót vera á því ansi mikið, ég má ekki laga húsið mitt sjálfur. Kannski sem betur fer, segja sumir. En nei, þið skiljið hvað ég meina. Það verður að vera byggingarstjóri, það verður að vera þessi stjóri og þessi og þessi og þessi og þessi. Þannig þetta er orðið mjög flókið. Ég veit ekki hvað ég má segja, þetta sé ekki komið bara á Evrópusambandinu, kennið því bara öll. Sæmundur var með spurningu, eru fleiri spurningar hérna? Ekki Billy? Jú, góðan daginn, Sæmundur heiti ég. Ég legg ferðaþjónustu á Þórdísarstöðum skammt frá Grundarfirði og svo er ég með 3 íbúðir í leigu inn í Grundarfirði í húsi sem ég byggði og seldi 5 íbúðir af 8. Ég kann nú ekki að fara að ræða þessi reglugerðar málefna. Það tækir nú nokkra vikur að komast að lausni því að gerist nokkuð. En ég síðan tengist ég aðeins þessari miklu umræðu sem við verðum hér á Vík í Mýrdal því að þar er ég fættur upp alveg. Og ég bjó á þeim tíma þar þegar húsnæðisskorturinn var, þegar húsnæðisframboðið var þannig að það var ekki hægt að selja og ef þú gat selt þá var það bara einhver gjafasala. Og síðan kom, eins og Þorbjörn hefur lýst mjög vel, hefur ferðaþjónustan að mínum að þið er ekki allir saman á því, bjarga þessu þorpi og bjarga fyrir utan alla þessar rosalegu peningar sem að kom inn í þjóðfélagið. Þegar ég kom til Víkur þá hafði ég á tilfinningum að það væri bara svo stór fljót sko að flæða peningar til að neins. Og það er þannig að í Vík í Mýrdal þegar að ferðaþjónustan var að byrja þá fekk fólk að vera með húsin sín sem það vildi leigja út og vildi fá stekjur á. Þannig að það fekk fjármagn kannski til að gera eitthvað fleira og ég segi bara þetta fyrirkomulega eins og þetta var að bjargaði þorpinu.
Og ég er kannski svolítið einn á báti með það að finnast það ekki góðanlegt að fólk á að leigja síðan eignir í þorpum og bæjum og fá einn á að tekjur af það velur þann kost. Því þetta fólk á þessar eignir og það er bara þannig að það er bara gamla sagan frambóð og eftirspurn. Og ef að eftirspurnin verður að vera mjög mikil þá verður það að byggja á endan og það sem er svo gerist í Vík og það sem verður rauk upp úr öllu valdi og það er orðið jafnvel herra íbúðaverð Vík í Mýrdal á höfuðborgarsvæðinu og þessi verslun sem hún var að minnast á Þorbjörn, þetta er orðið svo flottustu verslanir í Reykjavík, ekki bara flottari og þannig að ég sé bara ekki neitt neikvætt við það að leyfa fólki ná í tekjur og leigja húsin sín vegna þess að þá er bara einhverja aðrir að byggja og ef fólki vantar húsnæði þá er ég ekki eða einhver annar að þurfa eitthvað að bera einhverja fórnir fyrir einhver aðra. Akkur bara byggir ekki fólk hús eða þarf að vanta húsnæði. Og ég er til dæmis þetta húsi ég byggði Grundarfirði það náttúrulega hvað lýsir því hvað ég er geggjaður. Þarna byggði ég að mínum að þetta er mjög glæsilegt og flott hús með 8 íbúðir í, seldi 5 og með þess að 3 í útleigu og ég vil bara þakka Grundarfjarðarbæ vegna þess að þó að valdi sé á sýslumannum þá er í praxis valdi á sveitarstjórnum. Þær hafa bara neitunarvald og það er bara sýslumann sem gefur út leyfi. En það eru raunverulega sveitarstjórnirnar sem að stjórna hvort þú farið að vera það ekki. Og Grundfirðingar þeir voru sem betur fer jákvæðir og leyfðu mér að farsetta og ég er komið með ekstra leyfi á þessar 3 íbúðir sem að ég held að sé ekkert að skaða nokkurn mann að vera með það í ferðarþjónustu og ég held að þetta tekjurnar sem er að koma inn í ferðarþjónustu á íbúðarhúsnæði og því sem þetta er leigja út það er bara himinn og haf á milli það er ekki að skoða það. Þannig að ég segi bara sveitarstjórnirnar og þið geti haft mjög mikil áhrif á það hvernig þessu þróun er og síðan er hitt líka að vera tannlega ekki róður á þetta að það þarf náttúrulega aðalskipulag til þess að sé hægt að yfirleitt að byrja að hugsa það að fara að byggja ferðarþjónustu eða einhver atvinnustarfsemi vegna þess að það er það sem þarf að koma fyrst. Þetta var svona mitt innlegg til ykkar. Takk fyrir þetta. Já, það er fyrst. Já, það er hérna. Þú veist, ég leið mig að vera algjörlega ósammála þér. Það er svo gott í lífinu að vera ekki sammála. Ástæðan fyrir því að segjum það að ég kaupi mér hús í Íbúðargötu. Þar er ég með börnin mín og svo framvegis. Svo allt í einu gerist það að einst inn í botlangunum kemur einhver aðili og kaupir húsnæði og ætlar að fara að reka það ferðarþjónustu með því sem því fylgir. Það er allt óanæði byrja 6 á morgnana, það eru bílar, jafnvel rútur og svo framvegis. Þannig að forsendan mín fyrir kaupan á þessu í þessari Íbúðargötu var svo að ég var að kaupa mér íbúðarhúsnæði. Ég var ekki að kaupa mér íbúðarhúsnæði í götu þar sem er raunverulega starfsemi sem er í formi gistiþjónustu. Þannig að ég er að koma hínu sjónarmið af því að það er líka það sjónarmið það er nummer 1. Nummer 2 það eru jafn margir bílar á húsinu með ferðarþjónustunni eins og bara fólk sem bílar. Já, ég er ekki sammálar vegna þess að við höfum reynslu af þessu allavega í mínu sveitarfélagi. Þetta er mikið kvartað yfir óánægð í kringum þessu, það er byrjað snemma á morgnana, þetta er langt fram á kvöldin, það er stundum partí og svo framvegis þannig að þetta skapar óánægð. En við verðum bara að vera sammála og ósammála, það er svo gott í lífinu. Mín skoðun þarf ekki að vera réttar en því, svo ég segi það. Svo nummer 2, nú erum við að ræða það hvernig við getum við aukið húsnæði, framboð á leiguhúsnæði fyrir þá sem er í ferðarþjónustunni, skiljiði, þá er ég svona horfa til þessum sem er reka bara hótel sem dæmi. Ef það við leifum alltaf þetta Airbnb, þá er það bæði komið í samkeppni við hótelreksturinn sem er að borga fasteignagjöldin sín miklu hærri en hinnir og svo erum við komin í það að þá er ekki heldur til þá er það húsnæði ekki heldur fyrir starfsfólki sem þarf í það. Þannig að þetta er svolítið flókið. Þannig að þess vegna ég bara reyna að réttlæta ástæðan okkur þess að Snæfellsbær vill ekki leyfa gistingu í skipulögðu íbúðahverfum.
Ef það er skipulagt verslun og þjónustúsnæði, bara sjálfsagt, atvinnuhúsnæði sjálfsagt, en ekki í íbúðarhúsum, það sem íbúðarhúsum. Þannig ég vildi bara segja hina hliðina, þannig að sko að því að maður verður að vera sanngjarn við sjálfa sig og aðra að koma þessu, því þú spyrð eðlilega af hverju er þetta ekki bara öllum leyft. Þetta er það sjónarmið sem við erum með, hvort að fólk er sammála því, það er ég ekkert endilega að segja sér, en þetta er allavega viðhorfið. Og eina spurningu viðbót, Sigurðsson. Já, fyrir Snæfellsbæ, við erum þar. Hefur Snæfellsbær eitthvað hugsað til þess að kannski ekki það að segja eitthvað mikið laust í sveitinni að kaupa, en það eru einar og eina jarðir sem eru til sölu, ógeðslega dýrar, allt og dýrar fyrir það sem eru í boði á þeim, að mínu mati. Hefur Snæfellsbær eitthvað hugsað til þess að mögulega kaupa upp þessa jörðu eða jarðir og gera deiliskipulag og koma þá með eitthvað leigufélag inn eða eitthvað? Og svo náttúrulega með snjómoksturinn, hann er búinn að vera fáránlegur í veður á okkar svæði. Já, ég ætla að reyna að muna þetta allt, en hérna, þetta er alveg rétt sem að segja, sko, hvernig ég orða það, ef ég á jörðina, þá finnst mér hún ekkert rosalega dýr þegar ég sel hana. Þegar ég er að kaupa hana, þá finnst mér hún allt og dýr, með skiljiði. Það er bara þetta sjónarmið sem er alltaf í kaupum og sölum. Við lítum ekki þannig á í raun og veru að það sé kannski okkar hlutverk að við erum alltaf fyrst og fremst að byggja félagslegt húsnæði fyrir þá sem eru með lægri tekjur í samfélaginu. Og þannig hafa þessi leigufélag og annað sem við erum með, að við erum að byggja fyrir þá sem hafa minna milli handanna. Við hefum ekki hugsað þetta, því þú spyrð, þá höfum við ekki verið að spá. Við höfum náttúrulega gert eins og við vorum nefna fyrir yfir Hraunhöfn, skoða landið þar ef einhvern vill byggja, en við höfum ekki farið beint inn í það að kaupa upp jarðir til að segja að skipuleggja þær og byggja. Hins vegar, til að koma aðeins á móts við þá sem eiga jarðir, þá, Maggi, þú leiðir eftir mér ef ég held að ég sé ekki að skrökva, að þá er það þannig að það má byggja 5 íbúðarhúsnæði á hverju jörð. Þannig er það inn í okkar aðskipulagi. Það er ekki alltaf þannig í sveitarfélögum. Þannig að segja það að þú ættir jörð, og svo vildi börnin koma og svo frammeins og pappi og mamma og afi og amma og allir, þá geta allir byggt sér hús á þessari jörð. Og það held ég að sé kostur okkur að við leifum það, því það er ekki allstað sem það er leift. Varðandi snjómoksturinn, það geti bara ekki verið meira sammálaðið. Þetta er ég veit ekki hvað ég er búinn að fara á marga fundi og senda bréf og tala fyrir þessu. Fyrir hrunið 2008, þá var Fróðárheiðin mokuð 7 daga vikunar og það var miklu minni umferð í ferðaþjónustu. Ég er alltaf, því að þeir sem þekkja mig, ég er alltaf að senda tölulegar upplýsingar til allra sem kemur á snjómokstur, þar sem ég er að taka ársdagsumferð, sumarumferð, vetrarumferð og bara vetrarumferð á Snæfellsnesi og þá bara okkar útnesinu. Þetta eru 247% sem aukist síðustu 10 árum. Maður er alltaf að reyna með tölulegum starfið, það er ekki bara að fullir eitthvað, segja bara við þurfum þessa þjónustu. Þá spyr fólk, af hverju þarftu þessa þjónustu? Þá segir það er þarna meðaltali 300 bílar á dag, það voru 100 og eitthvað, skilur. Þannig að við erum að reyna eins og við getum, en á móti þá segir ríkið, við eigum ekki pening. Þannig að, en sama tíma erum við að taka á móti öllum þessum ferðamönnum og það vita það þeir segja þeim að vegagerðinni, þeir reyna að gera allt sem þeir geta, vegna þess að það snjóar eins og gerðist núna ég var að starfsmaður einhvern rollum þarna akkurat þennan dag ofan Breiðavíkina og það snjóaði alveg óbóðslega mikið og þegar maður horfði niður á þjóðveginn þá var bara túristar út af á öllum veginum. Þetta var það var ekki komin vetardekk og annað og almennt á bílana og þetta var bara eins og eftir stór slys, þeir voru bara út allt og þetta getum við ekki í ferðaþjónustu, við getum ekki verið að bjóða fólkinu að koma til okkar, ætla sér ekki þjónustu og það er það sem við þurfum að taka höndum saman öll, alveg sem hvort við erum á gististöðum með hvað sem er, reynum að þjónustan okkar sé eins góð og hægt er á hverjum tíma og þetta þurfum við að gera, en vonandi tekst okkur það og núna í dag svo að því að Bjarki er alltaf að tala veginna ykkur var að tala hann hefði farið á fund hvort það var í Ölfusinni einhvers staðar og hann hefði talið 150 hólur í okkur hefur bara kannski fyrstu 200-300 metrónum
þú veist, við erum að tala sko þúsundir ef ekki 10.000 eins og þú þekkir nú bara alveg eins og ég sko. Þannig að þetta að verða stórkostlegt vandamál fyrir okkur núna að sko veginni sko þó að eins og núna það sem ekki snjór, en það bara, ég þarf að vera mjög vel vakandi þegar ég að keyra vestur, því ég viðurkenni það að ég glápi mjög mikið og Maggi getur vitnað það að þegar ég að keyra þá ég alltaf að horfa út allt sko líka samt á veginn, en ég verð vera bara algjörlega fókusur á veginum, annars ég bara komin hún í hólf. En þannig að ég veit ekki hvort ég svara en við þurfum að huga þessu öllu saman. Takk fyrir þetta, við ætlum svona að fara að slíta þessu en Kitty er búin að fá aðeins meiri tíma en áður, þannig að ef það er eitthvað sem þið þrjú viljið bæta við, þá er það velkomin. Skildi þetta? Er eitthvað sem viljið bæta við eða? Nei, sko kannski bara eitt sem að ég svona fór að hugsa og sérstaklega það sem að hún Jóhanna var að segja áðan, að því að ég hef starfað í ferðaþjónustu í mjög mörg ár og svona eitt af því sem að mér finnst svona að vera hugsunarvert sko, að því hún var að tala svona þessi mannauðsmál og annað, að ég hef aldrei unnið hjá, að því nú hef ég unnið hjá bæði stórum hótelkeðjum og minni hótelum, að ólíkt svona öðrum geirum að þá er ekki svona yfirleitt mannauðsdeild finnst mér vera svona almennt inni hjá ferðaþjónustu fyrirtækjum sem að eru einmitt í því að efla mannauðinn og styrkja þann þátt. Þannig að ég bara svona kannski, ég hef bara oft rætt þetta í gegnum tíðina bara í tengslu við bara að koma starfsfólki í ferðaþjónustu inn í samfélagið, að tryggja það vilji starfa áfram og ná þessu svona consistency inn í fyrirtækjum. Þú ert alltaf að bæta þjónustuna með því að hafa starfsfólki eitt lengur og þekki fyrirtækið og svo framvegis. Að ég held að sé tækifæri í þessu í ferðaþjónustunni líka að maður sér þetta í þessum fyrirtækjum, böngum og mannvirkjageiranum og alls konar stóra fyrirtækjum. Það er mikið lagt upp í mannauðsdeildir og svona, en já, þetta var bara svona sem ég vildi kannski tipsa inn. Já, bara takk fyrir að fá að vera með. Þetta hefur verið bæði fróðlegt og gagnlegt og gott að taka þetta samtal og ferðaþjónustan er atvinnugrein sem að skiptur okkur miklu máli hér á Vesturlandi og við þurfum að sækja í. Mér fannst viðbröðin við könnuninni sem að Maggi og vinkonunni þessi útlenska var að kynna áðan að það er svona það er ákveðin hófsemi sem einkennir þau viðbröð sem að mátti sjá þar að mínum mati og ég held að við sem landstöti getum sótt enn frekar. Auðvitað er mikið af túristum hér í Borgarfirði út á Nesi en það er verk að vinna að sækja fleiri og þar skipta innviðirnir allir miklu máli sem að við þurfum að vera öflugt þrýstiafl í sveitarfélögin og ekki bara snjómokstur og vegi heldur fleira, farsímasamband og áfram mætti telja. Þetta skiptir allt svo miklu máli og bara út frá öryggi. Þannig að bara takk fyrir þetta og líka bara það, við þurfum að einmitt taka vel á móti nýjum starfsmönnum, hvort sem þeir eru íslenskir eða erlendir og við þurfum að passa upp á tungumálu okkar. Ég fór með mínu góða samstarfsfólki í Dölum norður í Eyjafjörð í fyrravetur og vorum í heimsókn hjá Eyjafjörðarsveit að skoða og náttúrulega fórum á Bautan að borða og ég var eitthvað sönna við mig eins og stundum þegar var verið að panta í kringum mig og þegar að stelpan kom og tók pöntin á mér þá náttúrulega byrjaði ég að tala ensku og hún horfði svona í augun á mér og kom svo ég tala reiprennandi íslensku þannig að við þurfum bara að vera líka sem kunnar svolítið allavega vakandi eða þó kannski ekki allir eins sunna þessu sem ég en við þurfum að líka bera virðingu fyrir tungumálum okkar en bara takk fyrir kærlega. Ég bara verða eiginlega að fá bæta einu við það því að stundum við talaðum svona heyrum við út og við það var allt og mikið að ferðamönnum minna og túristarnir bara þetta er orðið gott og allt það en ég held að það þarf stundum að vekja athygli á því bara til dæmis í okkar samfélagi hér að búsetuskilyrði hér hafa aukist muna bara við það að hafa svo öfluga ferðaþjónustu. Við varum ekki með ég veit ekki hvað 20 veitingastaði í Borgarbyggð
eða það væri ekki fyrir ferðarþjónustuna, þú veist, að geta farið upp í Kraumu, út í Hvammsvík, þú veist, geta farið út á hótelbúðir og þú veist, við hefðum ekki þessi lífsgæði hérna á þessu svæði við íbúar nema að væri fyrir þessa ferðarþjónustu sem þetta og bara gríðarlega fjárfestingu sem hefur verið á svæðinu og undanfarin ár, þannig að það ber að þakka sérstaklega fyrir það. Ég held að það þurfum stundum að minna hvort annað og íbúana á það að þau lífsgæði sem skapast fyrir okkur hin við að hafa þetta hérna í samfélaginu. En takk kærlega. Já, ég bara þakka fyrir að fá að vera með ykkur. Vissulega er þetta kannski ekki alveg á ykkar svæði, en þetta er lærdómssaga og mér þykir gaman að þetta ég er að keyra bæinn og eins og því ég fer í Kjósina þá eru þeir að tala hvað fjölga mikið ferðamönnum. Ég sá það ekki sko. Því maður er svo blindaður á massatúrista að ég var alveg spáði hvar sjáum þið ferðamenn. En bara takk fyrir mig. Ég er búin að tala. Ég er alveg settist. Ég ekki gefa hann gott klapp. Við erum að bjóða ykkur upp á súpu í lokinn. En við lögðum sér að stað með þessa spurningu, er Vesturland aðlaðandi búsetukostur við starfsfólki ferðarþjónustu? Ég veit ekki hvort þið svörum henni í dag, ég held að við þurfum kannski bara alltaf að vera að spyrja ykkur að þessu og við erum auðvitað bara samkeppni við önnur svæði og við þurfum bara að huga því að byggja upp gott samfélag fyrir okkar fólk. Þannig að með þeim orðum átt að loka þessu í dag og endilega koma með okkur og fá okkur súpu. Takk.